Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 9. apríl 2019 og ég set hér með 1292. fund bæjarstjórnar Akraness. Fundin sitja eftirfarandi bæjarfulltrúar: Þórður Guðjónsson, varabæjarfulltrúi, situr fundin í fjarveru Rakelar Óskarsdóttur, bæjarfulltrúa, Valgarður L. Jónsson sem hér talar og situr í stóli forseta bæjarstjórnar, Elsa Lára Arnardóttir, Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir, Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Bára Daðadóttir og Ólafur Adolfsson. Einnig sitja fundin Sævar Freyr Þráinsson, bæjarstjóri, og Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs, sem sér ritun fundagerðar. Ég býð fundarmenn velkomna til fundarins og óska eftir því að til að byrja með þá óska ég eftir því með vísan til C-liðar 15. greinar samþykktar stjórn og fundarsköp Akraneskaupstaðar að mál númer 1904-082 fundi bæjarstjórnar Akraness verði dagskrárliður númer 1, en í útsendri dagskrá var hann númer 7 og þeir sem að samþykkja þessa breytingu gjör svo gefa merki og hún samþykkt 9-0. Einnig óskar forseti eftir með vísan til sömu greinar að bæta með afbrigðum eftirfarandi máli á dagskrá. Það er mál númer 1904-106 sem að snýr að starfslokum sóknarprests Akraneskirkju, en að bæjarstjórn sendi sér Eðvarð Ingólfssyni kveðju í tilefni starfsloka hér á Akranesi. Þeir sem að samþykkja það að þessu máli verið bætt á dagskrá, það er 9-0 að sjálfsögðu. Og þá snúum við okkur að fyrsta lið þessa fundar sem er þá númer 1904-082. Þetta eru fundir bæjarstjórnar Akraness. Lagt er til að næsti reglulegi fundur bæjarstjórnar Akraness verði þann 17. apríl í stað 23. apríl. Og orðið er laust ef einhver vill ræða þessa tillögu. Svo er ekki og þá ber ég hana hér með upp þessi samþykkja þessa breytingu og það er samþykkt 9-0. Og þá snúum við okkur að næsta fundarlið eða næstu fundarliðum, en forseti leggur til að fundarliðir númer 2, 3 og 4 verði teknir saman í eina umræðu, þó svo að eftir þá umræðu verði síðan atkvæðagreiðsla hvern og einn, eitthvað sem að hreyfir athugasemdir við því. Svo er ekki og hefst þá lesturinn. Fundarliður númer 2 hefur málsnúmeri 1904-057. Þetta er ásetningur Akraneskaupstaðar 2018 A-hluti. Hér er að ræða liði númer 1.1 aðalsjóður, 1.2 eignasjóður, 1.3 byggðasafni í Görðum og 1.4 fasteignafélag Akraneskaupstaðar SLF. Rekstrarniðurstaða A-hluta fyrir óreglulega liði er jákvæð 743,7 milljónir króna, en samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 163,3 milljónir króna jákvæðri rekstrarniðurstöðu. Rekstrarniðurstaða A-hluta með óreglulegum liðum er jákvæð 814,5 milljónir króna, en samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 165,3 milljónir króna rekstrarniðurstöðu. Lykiltölur
Fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga, rekstrarjöfnuður síðustu 3 ára í milljónum króna er 1183 en nam 568 milljónir króna árið 2017. Skuldaviðmið er 43,0% en var 61,0% árið 2017. EBITDA framlegð er 11,7% en var 12,52% árið 2017. Veltufé frá rekstri er 21,36% en var 13,96% árið 2017. Skuldahlutfall er 92% en var 98% árið 2017. Eiginfjárhlutfall er 55% en var 52% árið 2017 og veltufjárhlutfall er 2,76 en var 1,7 árið 2017. Bæjarráð staðfesti ársreikninga aðalsjóðs og eignasjóðs með undirritun sinni og leggur til við bæjarstjórn ársreikningar aðalsjóðs, eignasjóðs, byggðasafnsins í Görðum og fasteignafélags Akraneskaupstaðar verði samþykktir. Fundarliður númer 3 hefur málsnúmerið 1904-058. Þetta er ársreikningur Akraneskaupstaðar 2018 B-hluti. Þarna eru liðir 2.1 Fasteignafélag Akranes EHF, 2.2 Gáma, 2.3 Háhiti EHF og 2.4 Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili. Rekstrarniðurstaða B-hluta var jákvæð 11,5 milljónir króna en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 29,8 milljónir króna jákvæðri rekstrarniðurstöðu. Bæjarráð staðfestir ársreikning Gámu með undirritun sinni og leggur til við bæjarstjórn ársreikninga fasteignafélagsins EHF, Gámu, Háhita EHF og Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis verði samþykktir. Og fundarliður númer 4 hefur málsnúmerið 1904-059. Þetta er ársreikningur Akraneskaupstaðar 2018 samstæða. Samstæðureikningur Akraneskaupstaðar 2018 ásamt ábyrgðar og skuldbindinga yfirliti vegna samráðs. Rekstrarniðurstaða Akraneskaupstaðar fyrir óreglulega liði var jákvæð 738,9 milljónir króna en samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 179,7 milljónir króna jákvæðri rekstrarniðurstöðu. Rekstrarniðurstaða Akraneskaupstaðar með óreglulegum liðum var jákvæð 826,1 milljón króna en samkvæmt fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir 195,1 milljónir króna jákvæðri rekstrarniðurstöðu. Og lykiltölur: fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga, rekstrarjöfnuður síðustu 3 ára í milljónum króna er 2081 en nam 1330 milljónir króna árið 2017. Skuldaviðmið er 44% en var 61% árið 2017. EBITDA framlegð er 10,8% en var 11,55% árið 2017. Veltufé frá rekstri er 19,5% en var 12,73% árið 2017. Skuldahlutfall er 87% en var 94% árið 2017. Eiginfjárhlutfall er 53% en var 50% árið 2017 og veltufjárhlutfall er 2,52 en var 1,62 árið 2017. Og bæjarráð hefur staðfest samstæðu ársreikning Akraneskaupstaðar með undirritun og leggur til við bæjarstjórn að reikningurinn og ábyrgðar og skuldbindingar yfirlit vegna ársins 2018 verði samþykkt. Lestri er þá lokið. Hér með eru þessir fundarliðir 3 kynntir inn og orðið er laust fundarliði 2, 3 og 4. Og það er bæjarstjórinn Sævar Freyr Þráinsson sem ætlar að taka til máls, leið okkur í allan samningum ársreikningi. Gjörðu svo vel, Sævar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég legg hér fram ársreikning Akraneskaupstaðar fyrir árið 2018 til fyrri umræðu. Ef við byrjum á að líta yfir þær rekstrartekjur sem við erum með voru með á árinu 2018, þá voru rekstrartekjur samstæðu á árinu 2018 samtals 7 milljarðar 644 milljónir króna og er að aukast 10,1% á milli ára. Og það sem er athyglisvert þegar maður skoða þetta, að rekstrartekjur hafa vaxið 52% frá árinu 2013. Þetta er hækkun 702
milljónir á milli ára í tekjum, en þar af eru tekjur að hækka þannig að útsvar og fasteignaskattar er að hækka 424 milljónir eða 10,2%, en útsvarið þar langhæst eða 419 milljónir, en áhrif fasteigna skatta eru einungis 5 milljónir eða 0,06% af tekjum, og það ágætt að hafa það svona í huga þegar að vera að fara yfir svona þróun fasteignagjalda og hækkana núna sem að við erum vissulega að skoða vel. En framlög jöfnunarsjóðs eru sömuleiðis að aukast rúmar 155 milljónir eða 12,4% og aðrar tekjur að aukast 123 milljónir. Það ágætt að hafa í huga að þó að þetta sé myndin að við séum þarna að sjá mesta vöxtin í milljónum króna í útsvari, að þá er við hins vegar að sjá töluvert aðra mynd þegar að vera að skoða með við áætlun ársins sem við lögðum upp með fyrir árið 2018. Þar voru að gera ráð fyrir að útsvar og fasteignaskattar myndu hækka 174 milljónir, en enduðu á því eins og ég fór yfir rétt á þann að hækka 424 milljónir. Framlög jöfnunarsjóðs eru 321 milljón yfir áætlun, en þar voru við að hækka tekjur eins og ég myndist á áður 155 milljónar milli ára, þannig að þarna erum við meira svona að sjá eðlilega þróun í rekstrar viðvikum og það auðvitað vel. En þetta sýnir að Akraneskaupstaður stendur styrkum fótum þegar kemur að tekjuöflun hjá okkur, og auðvitað stærstu ástæðunar á bak við það eru hagfelld skilyrði í hagkerfinu. Það íbúafjölgun, laun hafa farið hækkandi og það eru meiri umsvif í samfélaginu sem að skila sér allt saman til okkar í hækkandi tekjum. En þetta kallar líka á það svo að við getum haldið áfram að efla okkur enn frekar í atvinnumálum og finna leiðir til þess að styrkja tekjugrundvöll okkar til framtíðar, svona þegar að hort í gjaldaliðina fram á veginn. Þá við byrjum þar að kíkja á rekstrargjöldin, þá voru þau að fara upp, voru rekstrargjöld 7 milljarðar og 37 milljónir og hækkuðum 10,8%. Þannig að þið sjáið þarna að vöxtur rekstrartekna og rekstrargjalda er svona nokkurn veginn í takt. Og þar mesta hækkunin í launagjöldum sem án lífeyrisskuldbindinga eða 404 milljónir sem að verður að teljast vera töluverð hækkun, og mikilvægt að við finnum leið til þess að halda aftur af því launaskriði sem að í reikningum hjá okkur núna á síðasta ári. Við vorum á fyrra ári að sjá nokkuð góðan árangur hvað þetta varðar, en þarna auðvitað launaskriði búið að vera töluvert og erfitt að halda aftur á þessum hækkunum, og nú auðvitað framundan kjarasamningar sem nýlokið, en það alferð eftir að semja um launakjör á hinum opinbera markaði. Þannig að hér auðvitað mikilvægt þá að tekjugrundvöllur okkar sé góður svo hann styðji við fyrirsjáanlegan vöxt gjalda. Lífeyrisskuldbinding hækkar 61 milljón og má eiginlega segja að það sé jákvætt að við séum ekki að fá meiri hækkun á þessum lið, af því að þetta hefur verið í rauninni óstjórnleg hækkun á lífeyrisskuldbindingunni síðustu árin, þannig að það hefur nánast verið eins og að vinna í lotteríi hér að reka kaupstaðinn með þeim hætti að lífeyrisskuldbindingin komi ekki sem óþægilegt högg í lok árs, en nú erum við að sjá svona nokkuð eðlilegri þróun hvað það varðar og erum jafnvel að tryggja töluverða varfærni í því hvernig við göngum frá gjaldfærslu í lífeyrisskuldbindingunum í ár, sem að mun þá styðja við okkur
komið til þess að launaskrið þessa árs muni skila hækkunum á lífeyrisskuldbindingu. Annar ekstra kostnaður að hækka 213 milljónir eða 13% og afskriftir að aukast 5% á milli ára. Þannig að rekstrargjöld í heild sinni að aukast 683 milljónir á milli ára. En eins og ég sagði áðan þá eru rekstrartekjurnar að aukast á sama tíma 702. Þannig að þarna munar 18 milljónum umfram hækkun rekstrargjalda samtals. Ef við skoðum þá rekstrarafkomuna þá má sjá að hún fyrir óreglulega liði 738,9 milljónir sem að verður að teljast vera bara algjörlega frábær árangur og því ber að fagna. Sérstaklega þegar við förum nánar ofan í rekstrar leiðina eins og ég mun gera hér rétt og eftir. En þegar við skoðum rekstrarafkomuna í sögulegu samhengi þá má sjá árunum 2013 til 2016 nam rekstrarafkoma fyrir óreglulega liða meðaltali 133 milljónum króna eða 2,4% að meðaltali sem hlutfalla rekstrartekjum. Nú erum við að sjá töluverðan viðsnúning á þessu ári og á árinu 2017 þar sem að rekstrarafkoman á bilinu 9,7 til 10,3% sem hlutfalla rekstrartekjum. Og síðasta ár, fyrir óreglulega tekjur, var einstaklega gott ár sömuleiðis. Og það þetta sem afskaplega mikilvægt að vernda þessa niðurstöðu og halda áfram að vera með ábyrga fjármálastjórn, því að þetta það sem þarf til að geta staðið strauma þeirri innviðauppbyggingu sem nauðsynlegt að fara í, eins og þegar í gangi hjá okkur, uppbygging á fimleikahúsi, frístundamiðstöð, taka í gegn gatnakerfið hjá okkur og svo má nefna Guðlaugu sem við höfum verið að fara í og framundan eru ýmis verkefni eins og þjónustumiðstöð fyrir aldraða og ákvarðanir sem verða teknar á árinu hvort að eigi að fara í uppbyggingu á leikskóla eða á uppbyggingu á jaðarspökkum. En þessi niðurstaða, hún gefur okkur þá von ef okkur tekst að hafa ábyrga fjármálastjórn áfram að við getum staðið strauma því að fara í þessu verkefni og gert það þannig að bæjarfélagið sé áfram í sókn. Það vissulega mjög jákvætt að vera yfir áætlunum og það mikið fagnaðarefni að vera þarna yfir einhverjum 500 milljónum yfir okkar þeim áætlunum sem var lagt upp með inn í árið. Það bara gríðalegt gleðiefni og mikill styrkur. En mér langar samt að vera með ákveðin varnarorð. Það væri mér ekki líkt ef ég kæmi ekki með smá að hafa hemil á því hvernig við ætlum að passa upp á reksturinn hjá okkur. Það eru verkefni framundan sem að þarf að kljást við. Það eru kjarasamningarnar, opinberi geirinn sem ég minntist á, þar með talið kennarar. Það auðvitað staða samfélagsins í augnablikinu. Það ákveðin óvissa yfir vötnum þó að og þá ég að vísa í fall Vá sem að getur haft töluverð áhrif en ég líka að vísa til þess að það nýbúið að ná að ljúka kjarasamningum. Þannig að því óvissu ástandi ef að þeir verða samþykktir geta stuðlað því að við sjáum töluverða hraðari viðsnúning en annars getur orðið. En við höfum ekki að fagna of snemma. Og við þurfum að sjá þennan rekstrar árangur eins og ég minntist á áðan eða þess að sinna nauðsynlegu viðhaldi á þeim fasteignum og götum og öðru sem við erum að sinna hér og nýta það svigrúm sem að verða einmitt í þau verkefni þannig að sómi sig að. Það líka framundan að fullkomin óvissa það hvað kemur úr jöfnunarsjóði til framtíðar. Það óvíst að sú hækkun sem við fengum núna í loka árs sem var töluvert umfram okkar áætlanir að það haldi. Þó ég sé nokkuð vongóður að ríkið muni láta af þeim hugmyndum sem hafa verið sett fram að draga úr greiðslum í jöfnunarsjóði, þá
eru greiðslur til dæmis frá ríkinu sem við fengum fyrir árið 2018 í málefnum fatlaðra, ekki víst að það muni skila sér á hverju einasta ári. Sömuleiðis næstu áramót því beint til okkar að hækka ekki verðskrár meira en 2,5% og minna ef að þróun verður undir 2,5%. Og það setur sveitafélagi eins og okkur nokkur mörk. Og svo þetta BHM starfsmatið, þannig að það ýmislegt sem á eftir að ljúka, eins og auðvitað alltaf í rekstri. En það mikilvægt að við þurfum að eiga fyrir öllum þessum útgjöldum sem eru framundan, þannig að við stígum varlega gleðina dyr, en fögnum samt að góður rekstrarárangur hafi fengist. Og ef við förum aðeins nánar ofan í rekstrarafkomuna og skoðum þá hvernig hún kemur út þegar að óreglulegir liðir eru ekki að þvælast fyrir. Og rekstrarafkoma að teknu tilliti þeirra 826 milljónir króna sem að auðvitað bara glæsilegt. Þannig að við erum að sjá söluhagnað eigna að fjárhæð 70,8 milljónir meðal óreglulegra liða og annara minni atriða sem að skýra það að við erum að sjá hækkun þarna. Rekstrarafkoma á fyrra ári nam tæpum 240 milljónum og þar var fyrst og fremst þessi gjaldfærsla á lífeyrisskuldbindingu sem vóg þungt þar sem var 476 milljónir. Og ég ætla aftur í ár að hrósa okkur sem að tókum þátt í því að ljúka þeirri vinnu og öllum bæjarfulltrúum sem tóku þá kjörkuð ákvörðun að gjaldfæra það að fullu en ekki að fara þá leið að dreifa því til 20 eða 30 ára sem var heimild fyrir eins og flest sveitafélög hafa og þar að leiðandi ekki baggi á rekstrinum hjá okkur næstu 30 árin. Þetta bara komið út úr bókunum á þann hátt að það búið að gjaldfæra en vissulega eigum við síðan eftir að greiða skuldbindinguna sjálfa. Eða hún komin til brúar í formi láns en peningarnir eftir að skila sig frá brú til lífeyrisþegana. En á árinu 2016 var sömuleiðis tekjufærsla vegna lífeyrisskuldbindinga Höfða upp á 894 milljónir. Þannig að þið getið séð þegar það verið að horfa á þessa óreglulegu liði að birt afkoma á árinu 2016 var vissulega glæsileg og var mikið samningssigur sem náðist þar til þess að lækka fjárhagslega skuldbindingu kaupstaðarins til framtíðar sem náðist á því ári og kemur fram í þeirri rekstrarafkomu þar. En svo sjáum við árinu 2017 erum við komið með 239 milljónir í rekstrarafkomu frá milljarðinu sem var árinu undan og núna aftur í 826. Ef við lítum svo til þróun efnahagsreiknings samstæðunar þá má sjá að heildareignir voru 14,2 milljarðar króna og að hækka 1103 milljónir króna á milli ára. Og þar gott að sjá að handbært fé að aukast 376 milljónir og óinnheimtar tekjur rúmar 465 milljónir en aukning á óinnheimtum tekjum meðal annars tilkomið vegna Dalbrautarreits þar sem kaup verði greitt í áföngum sem og gatnagerðargjöldum vegna Bjargs íbúðafélags. Og þarna finnst mér mikilvægt að benda á það að handbært fé í árslok komið í rúma 2 milljarða og 12 milljónir til þess að vera nákvæmur og það auðvitað gerur okkur kleift að sækja fram og fara í þær fjárfestingar sem að nú eru í vinnslu hjá okkur. En þegar við erum að skoða skuldir og skuldbindingar samstæðunar þá voru þær 6 milljarðar 683 milljónir króna en voru árið
áður 6.492 milljónir. Þarna vorum við að taka á á árinu lán upp á 372 milljónir en vorum á sama tíma að greiða afborganir af lánum okkar upp á 231 milljón. Þannig að langtíma skuldir okkar við lánastofnanir eru núna 1.439 milljónir og að hækka 167 milljónir á milli ára. Og var auðvitað lántakan vegna lífeyrisskuldbindingana aðal ástæðan fyrir þessari lántöku. En það er mjög ánægjulegt að við séum að sjá hækkun á stöðu handbærs fjés. En þegar við tökum heildarskuldbindingar okkar, sem ég myndist á hér áðan að væru 6,6 milljarðar og skuldir við lánastofnanir, langtímaskuldir við lánastofnanir einungis 1400 milljónir, þá sitja eftir lífeyrisskuldbindingar upp á hvorki meira en minna en 3,9 milljarða. Og þeir eru því 58% af skuldum og skuldbindingum sveitarfélagsins og í rauninni stærsta ástæðan fyrir skuldsetningu okkar sem þrátt fyrir það eins og þið sjáuð í skuldaviðmið og skuldahlutfalli hér á eftir einstaklega góð. Og þar mikilvægt að hafa í huga hvernig greiðslur verða af lífeyrisskuldbindingum okkar á næstu árum. Þar segja, á næstu 5 árum munu við þurfa að greiða 834 milljónir á þessu 5 ára tímabili. Frá árinu 2024 til 2028 munum við greiða 1.045 milljónir. Þannig að þetta sýnir að við þurfum að gera ráð fyrir því að eiga meira fé á milli handana til að standa straum af því að greiða þessar lífeyrisskuldbindingar á komandi árum. Vegna þess að þær fara hækkandi og þær munu fara hækkandi til 2028 en eftir það árið 2029 munu þær fara lækkandi á ný. Þannig að hér ég raunin að draga fram atriði sem að kalla bara áfram að ábyrga fjármálastjórnun eins og verið hefur. Og ef við lítum aðeins betur á sjóðstreymið á næstu glæru þá handbært fé frá rekstri árinu var rétt rúmur 1 milljarður og að lækka rúmar 395 milljónir á milli ára en þegar maður fer og skoðar nánar hvernig reikningurinn lítur út þá má í rauninni færa þau rök að handbært fé sé í rauninni sambarlegt. Það hægt að skoða hvernig veltufé frá rekstri og handbært fé frá rekstri að það í rauninni sambarlegt þegar það tekið tillit til breytinga á skammtíma kröfum og skammtíma skuldum. Það sem við vorum að í rauninni að svona koma þeim hlutföllum á betri stað heldur en verið hafðu á fyrra ári og voru góða skýringar á því af hverju þær hafðu hækkað árinu þar á undan. Og ef við færum okkur yfir á næstu glæru þá má sjá þróun rekstrarjafnaðar á 3 ára tímabili sem heldur áfram að vera jákvæður og nemur 2.081 milljón í árslok 2018 og samanlög rekstrarafkoma síðustu 3 ára fyrir óregluliðina ef við tökum þá inn í myndina út úr myndinni segi ég þá niðurstaðan 1.576 milljón. Þannig að ef óreglulegu liðinir var ekki að hafa áhrif á okkur þá værum við samt sem áður að skila glæsilegum rekstrar niðurstöðu og þetta auðvitað mikilvægt þegar tekið tillit til þess að þetta eru þau viðmið sem okkur ber að gæta sig í lagi að þessi afkoma sé á 3 ára tímabili alltaf jákvæð. Og skuldaviðmiðið það að segja heildarskuldir og skuldbindingar A og B hluta sem hlutfallar rekstratekjum það hefur farið lækkandi og nemur nú 44%. Hámarki þarna 150% en þarna reiknireglan með þeim hætti að það má draga frá skuldum og skuldbindingum sem jákvætt veltufé
og núvirtar lífeyrisskuldbindingar eftir 15 ár og þær eru dregnar frá skuldunum. Og það reiknireglan fyrir sveitarfélögin sem þeim ber að uppfylla, en svo auðvitað á næstu glæru getum við séð hvernig skuldahlutfallið þetta raunverulega skuldahlutfall. En skuldahlutfallið þá á sama hátt reikna sér hlutfallar ekstra tekjum og þá sömuleiðis búið að fara markvisst lækkandi og í árslok 2018 komið þarna niður í 87%, var í 143% árið 2012. Og við erum að gera ráð fyrir í fjárhagsáætlun að þetta verði komið í 75,2% árið 2022. Og sömuleiðis eiginfjárhlutfallið nú stendur það í 53% og hefur farið batnandi sömuleiðis. Aðrar lykiltölur sem mikilvægt að líta til að EBITDA-framlegð hefur verið að aukast undanfarin ár og þar getum við séð að hún var á liðnu ári 11,6% hún var á árinu 2017 11,6% en 10,8% á árinu 2018 og þetta auðvitað akkurat þær viðmiðunartölur sem við eigum að vera miða við. Þannig að það mikilvægt að halda þessum rekstratölum þannig að við getum aftur staðið straum á öðrum verkefnum sem okkur langar að fara í. Veltufjárhlutfall hjá okkur hefur sömuleiðis verið mjög stöðugt. Við þurfum að tryggja það til að við getum staðið straum af nauðsynlegum greiðslum á næstu 12 mánuðum, þá þurfum við að tryggja veltufjárhlutfall sé ávallt yfir 1. En þið getur séð að það hefur verið öll síðustu ár og verið dansað svo sem á línunni, þarna einhver ár, en erum núna komin upp í 2,5 sem að verður að segjast að bara alveg einstaklega góð niðurstaða. Og svo ætla ég nú bara næsta glæra svona meira samantekt glæra, við hoppum bara aðeins yfir hana og færum okkur yfir í þetta rauninni yfirferðin á samstæðuuppgjörunni. Svo ætla ég að fara svona yfir helstu atriði í A-hlutanum og B-hlutanum en hlaupa bara yfir það allra mikilvægasta. Í A-hlutanum auðvitað aðalsjóður, eignasjóður, fasteignafélag Akraneskaupstaðar og byggðasafnið á Görðum. Rekstrarafkoma A-hlutans var 814 milljónir sem sýnir að stærsti hluti afkomunar að koma úr A-hlutanum og þar var rekstrarafkoma aðalsjóðs 775 milljónir sem gríðarlega mikilvægt að við séum að sjá aðalsjóð skila okkur góðri niðurstöðu af því að það hefur ekki verið þannig í mörg ár hjá Akraneskaupstað. Afkoman hefur verið sótt oft í til dæmis eignasjóðin og eignamyndunina og afkomuna þar. Vissulega inn í aðalsjóð að við erum að sækja afkomu í fjármagnsliði sem að skila okkur jákvæðri niðurstöðu og við eigum alltaf að hafa varan á ef of stór hluti sóttur þar en það jákvætt að við erum að sjá góða rekstrarafkomu af aðalsjóði fyrir fjármagnsliði sömuleiðis. Rekstrarafkoma eignasjóðs nam 42,8 milljónum, rekstrarafkoma byggðasafns nam 0,5 milljón og rekstrartap fasteignafélags Akraneskaupstaðar nam 4,5 milljónum. Og svo ef við skoðum rekstrartekjunar sérstaklega í A-hlutanum á næstu glæru, þar A-hlutin með 6,7 milljarða í tekjur, rekstrargjöld 6,1 milljarð, rekstrarafkoman tæpar 600 milljónir og svo ef við skoðum óreglulega liði þá sjáum við þessa söluhagnað eigna upp á 70,8 milljónir sem áður var búið að minnast á og þannig að rekstrarafkoman samtals 814 milljónir. Efnahagsreikningurinn þannig að heildareignir 13,7 milljarðar
skuldir og skuldbindingar 6,2 milljarðar, eigið fé 7,5 og eiginfjár hlutfall 55%. Og EBITDA hlutfall A-hlutans er 11,7% og sem er töluverð hækkun frá fyrri árum þar sem það var 6,4%. Þróun launakostnaðar er með þeim hætti að launagjöld A-hluta sem hlutfallar rekstrartekjur samtals hefur lækkað úr rúmum 57% í 55,4%. Á árinu 2015 voru launagjöld A-hlutans 58,4% en þá var meðaltal á landsvísu 51%. Þannig að við erum vissulega búin að vera að ná árangri þarna en við þurfum að gera enn betur vegna þess að þetta hlutfall hjá Akraneskaupstað eins og við þekkjum öllu vel er búið að vera allt of hátt. Ef tekið er tillit til lífeyrisskuldbindinga þá var þetta hlutfall 62,4% á árinu 2018 og er búið að lækka umtalsvert frá árinu 2016 þar sem það nam tæpum 68%. Á næstu glæru getum við séð nokkuð áhugaverða framsetningu á því hvernig okkur hefur tekist á síðustu árum frá árinu 2013 að tryggja það að tekjur og gjöld séu í svona nokkurn veginn í jafnvægi. Eins og má sjá þá eru á rekstrartekjur og hinn ýmsu gjöld, hvort sem eru launagjöld eða launagjöld og lífeyrisskuldbinding samtals, að þetta hefur verið að þróast í takt og verið að hækka þarna um 64% rekstrartekjunar og sömuleiðis 64% launagjöldin. En lífeyrisskuldbindingin hefur verið að hækka á sama tíma um 148%. Og þetta eru auðvitað, af því ég sá nú einn bæjarfulltrúa að hrista hausinn, er í rauninni algjört rugl og það er auðvitað von mín að þessari óvissu og þetta lotteri lífeyrisskuldbindingana hætti að þessi tröppugangur hætti að þjaka þetta bæjarfélag þannig að við getum nota fjármagnið raunverulega til uppbyggingar á einum ýmsu verkefnum í bæjarfélaginu. Og við skoðum síðan nánar ofan í sjóði A-hlutans, þá er aðalsjóðurinn hans hlutverk að hafa umsjón með hefðbundinni starfsemi sveitarfélags sem lítur fyrst og fremst að lögbundnum verkefnum og þessir heyrir sjóðurinn undir sveitastjórn og starfsemi aðalsjóðs er að mestu fjármögnum að skatttekjum. Rekstrartekjur aðalsjóðs námu 6,7 milljörðum, rekstrargjöld 6,3 milljörðum, rekstrarafkoma var 405 milljónir. Og svo má sjá að ef við brjótum upp hvernig ráðstöfun aðalsjóðs að þá er hæsta hlutfall skatttekna að fara í fræðslu og uppeldismál eða 44,2%, félagsþjónustan með 15,8%, lífeyrisskuldbindingin tekur hvorki meira en að minna en 7,3% og æskulís- og íþróttamál eru með 8,2% og sameiginlegur kostnaður er 6,4% af heildar skatttekjum aðalsjóðs. Þetta er svona áhugaverð framsetning á því hvernig þróun er hjá okkur. Eignasjóðurinn er alfarið í eigu Akraneskaupstaðar og hefur í höndum umsýslu fasta fjármuna sem nýttir eru fyrst og fremst af aðalsjóði sveitarfélagsins. Eignasjóður annast meðal annars framkvæmdir, nýbyggingar, rekstur fasteigna og annarra mannvirkja fyrir hönd Akraneskaupstaðar. Rekstrartekjur sjóðsins voru 845 milljónir, rekstrargjöld 802, rekstrarafkoma 42. Fasteignafélag Akraneskaupstaðar er að fullu í eigu Akraneskaupstaðar er tilgangur félagsins að eiga og reka fasteignir, stunda eignaumsýslu ásamt tengdum rekstri. Rekstrartekjur eru þar 107 milljónir, rekstrargjöld 112 milljónir og rekstrartap 4,5 milljón. Eignir voru 1317 milljónir og skuldir 578 milljónir.
eigið fé 739 milljónir í árslok. Byggðasafnið á Görðum. Það hlutverk byggðasafnið að safna, skrásetja, varðveita, forverja og rannsaka minjar og minningar og sögu þjóðarinnar og kynna þær almenningi. Byggðasafnið sameignarfélag og hlutur Akraneskaupstaðar 90% og Hvalfjarðarsveit fer með hinn hlutan. Rekstrartekjur voru 92 milljónir, rekstrargjöld 92, rekstrarhagnaður 500.000 og eignir voru 76 milljónir og skuldir 46 og eigið fé 29. Fasteignafélag Akraneskaupstaðar í B-hluta að fullu í eigu Akraneskaupstaðar og óverulegur rekstur í félaginu. Þannig að ég læt vera að telja upp tölur þar. Gáma að fullu í eigu Akraneskaupstaðar og félagið sér rekstur móttökustöðvar fyrir sorpúrgang íbúa á Akranesi og þar voru rekstrartekjur 90 milljónir og hagnaður 6,5. Háhiti að fullu í eigu Akraneskaupstaðar og tilgangur félagsins iðnaðarframleiðsla og innflutningur, smásala, heildsala og rekstur fasteigna og lánastarfsemi. Það voru minni háttar rekstur þar, þannig ég sleppi því að fara við það. Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili, þar eignarhluti Akraneskaupstaðar í Höfða 90% og þar voru tekjur 982,4 milljónir, gjöld sama tímabil 977 milljónir og rekstrarhagnaður 5,2. Og vil ég sérstaklega óska þeim sem eru þar í stjórn og þeim sem reka til hamingju með það að hafa haldið þessu réttu megin við núllið. Eignir í árslok voru 639 milljónir, skuldir 412 og eigið fé 227 milljónir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hef ég nú gert grein fyrir helstu stærðum í rekstri Akraneskaupstaðar og helstu viðfangsefnum á árinu 2018 og svo sem aðeins rætt framtíðina líka. Mér langar að þakka endurskoðendum og starfsmönnum stjórnsýslu og fjármálasviðs öllum fyrir vandaða vinnu við endurskoðun og gerð ársreikningsins. Ég vil sömuleiðis nota tækifærið og þakka stjórnendum og starfsmönnum fyrir frábært starf á árinu 2018 og þetta samhliða því að sýna aðgæslu í rekstri sem skila sér í góðri fjárhagsstöðu Akraneskaupstaðar. Og fyrir hönd kaupstaðarins vil ég sömuleiðis þakka bæjarstjórn fyrir ykkar vinnuframlag á árinu 2018. Ársreikningur fyrir árið 2018 hér með lagður fram til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Ég hef lokið máli mínu, forseti. Já, við þökkum bæjarstjóra Sævari Frey Þráinssyni fyrir þessa yfirferð yfir ársreikninga Akraneskaupstaðar 2018 og orðið enn laust fundarliði 2-4. Það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Fyrst langar mig bara að þakka öllum þeim sem hafa unnið að gerð þessa ársreiknings fyrir mikla vinnu og það endurskoðanda Jóhanni Þórðarsyni og fjármálastjóra Þorgeiri Hafsteini Jónssyni og öðrum aðilum innan fjármálasviðs kaupstaðarins. Ég vil þakka Steinari Adolfssyni fyrir hans framlag og bæjarstjóra Sævari Frey Þráinssyni fyrir hans vinnuframlag einnig og fyrir mjög greinargóða kynningu á ársreikningnum sem hann var að enda við það að fara hér yfir fyrir okkur. Ég ætla líka að segja hér í upphafi ræðu minnar að segja og taka undir að fjárhagsstaða Akraneskaupstaðar, hún stendur styrkum fótum og ég verð nú eiginlega bara
Ég sé að bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson brosir og ég ákvað bara að byrja hér og koma og svara spurningunni fyrir fram Óli minn, bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Þannig að við stöndum styrkum fótum þó við stöndum í miklum fjárfestingum og framkvæmdum, en þær eru margar áskoranir framundan sömuleiðis hvað varðar viðhaldsmál og ýmsa innvið uppbyggingu sem við þurfum að taka ákvarðanir Eins og ég segi, þá þetta vissulega góð niðurstaða. Við erum að sjá að útsvarstekjur og fasteignagjöld að skila okkur meiri tekjum en áætlanir gerðu ráð fyrir. Við erum að sjá að jöfnunarsjóður jafnframt að greiða okkur framlag jöfnunarsjóð sem mun hærra, það bil 320 milljónum hærra heldur en áætlanir gerðu jafnframt ráð fyrir. Við höfum verið í áætlanagerð bæjarins, þá hefur verið spáin varfærin hvað varðar íbúaþróun. Og ég tel það mjög mikilvægt að íbúaþróunin, það er ekkert fast í hendi með hana, að spáin sé varfærin, en ég tel samt kann ég bila í næstu fjárhagsáætlun að megu líta yfir þróun síðustu ára, vera varfærin en jafnvel skoða það hvort við getum tekt okkur eitthvað áleiðis í átt að henni, en þó með varfærinu móti. Við erum að sjá það birtast meðal annars í þessum ársreikningi að við erum að vaxa hraðar en við erum að gera ráð fyrir í áætlunum okkar, og þessu fylgir ýmsar áskoranir líka. Það innviða uppbygging sem við þurfum að taka ákvarðanir eins og ég sagði hér áðan, hvort sem það leikskólamál, endurgerð á íþróttamannvirkjum. Við erum að sjá áskoranir í málefnum hvað varðar grunnskólana og annað slíkt. Þannig að ég vildi nefna þetta með íbúaþróunina. Og hvað varðar framlög í jöfnunarsjóði, þá erum við hér að fá ákveðið uppgjör og við erum að sjá það í þeim fréttum og því sem við höfum ávarpað hér í bæjarstjórn og þau áform sem ríkisstjórnin með hvað varðar jöfnunarsjóðin, að við erum að sjá frystingu, eða áætlanir það að verði frysting þar á þeim tekjum árunum 2020 og 2021. Þannig að við þurfum að líta til þeirra þátta líka, þannig að það kannski þó að staðan sé vissulega mjög ánægjuleg, þá þurfum við að líta til þeirra þátta hvað varðar íbúaþróun, hvað varðar jöfnunarsjóðin, að við vitum ekkert endilega nákvæmlega hvað það verður. Síðan eins og bæjarstjóri fór yfir að þá nýbúið að gera kjarasamninga og það svona erindi sem var sent til sveitarfélagana að hækka ekki gjaldskráir umfram 2,5% í næstu fjárhagsáætlunargerð. Við þurfum líka að líta til þeirra þátta og þess sem við þurfum að taka ákvörðun hvað varðar næstu fjárhagsáætlunargerð sem hefur þá jafnvel áhrif á næstu fjárársreikninga. Við erum líka hér að sjá það að við sjáum það að útsvör og fasteignaskattar voru að skila okkur tæpum 174 milljónum umfram áætlun ársins og að framlög og jöfnunarsjóði voru rúmum 320 milljónum króna umfram áætlun ársins og aðrar tekjur voru rúmum 96 milljónum króna umfram áætlun. En þó að þetta sé vissulega góð niðurstaða, þá þurfum við að líta til þeirra þátta sem ég hef verið að nefna hér. Rekstrarafkoma A-hluta því jákvæð 814 milljónir en áætlunin gerði ráð fyrir 165 rúmum. Hvað varðar B-hlutan, þá fór bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson mjög vel yfir það líka. Mér langaði hérna aðeins sem stjórnarformaður Höfða að við erum að sjá það að Höfði sem hluti af B-hluta og samstæða Akraneskaupstaðar að skila jákvæðri rekstrarniðurstöðu 5,2 milljónir króna, en við erum að sjá það í ársreikningi Höfða að dvalardeildin, það verið að borga með henni tæplega 15 milljónir króna
og dagdvölin, hún neikvæða niðurstöðu í raun og veru rúmlega 5,2 milljónir. Þannig við erum að sjá það að það framlag sem við erum að fá við það að reka þessar deildir er lægra heldur raunverulegur rekstrarkostnaður þeirra og þeirra hjúkrunarþyngdar sem er í þeim rýmum sem þarna eru undir. Hjúkrunarrýmin, þau eru að skila jákvæðri rekstrarniðurstöðu og þetta þarna að sýna okkur það að við erum með fólk í rýmum inn á Höfða sem með hjúkrunarþyngd sem skila sér í því að við þurfum að hafa fleiri starfsmenn á þeim öllum rýmum því að allir sem eru orðnir heimilismenn á Höfða þurfa mikla mönnun. En við erum að sjá það að samstæða Akraneskaupstaðar að skila jákvæðri rekstrarniðurstöðu rúmar 826 milljónir á meðan áætlanir gerðu ráð fyrir 195 milljónum. Og síðan erum við líka að sjá það að sjóðstreymi A og B hluta rúmlega 322 milljónum meira en áætlanir gerðu ráð fyrir. En það að skýrast meðal annars vegna fjárfestingarhreyfinga sem eru aðeins minni en áætlanir gerðu ráð fyrir árslok 2018. En eins og ég segi, ársreikningurinn að skila góðri niðurstöðu, þurfum að líta til þeirra þátta eins og ég sagði hér áðan, við erum ört vaxandi samfélag, við þurfum að líta til innviða, við erum með stórar framkvæmdir, við þurfum að horfa til þátta að vera samfélag áfram í sókn, að geta boðið þeim fjölskyldu sem hingað vilja flytja upp á þá þjónustu sem við viljum veita. Og það höfum við verið að skoða hér í ýmsum ákvörðunum innan bæjarins. Við erum búin að vera að greina fjárfestingagetu kaupstaðarins, afborganir lána, lífeyrisskuldbindingar, íbúaþróun og aðra slíka þætti svona í rauninni til að hjálpa okkur við að taka ákvörðunum frekari innviða uppbyggingu. En við þurfum að sýna áfram ábyrga fjármálastjórn til að geta ráðist í stóra framkvæmdir áfram og við þurfum líka að líta til eignasafnsbæjarins viðhaldsþátta og við erum að sjá það að við erum með minna viðhald, við erum búin að í rauninni nýta minna viðhaldsfjármunum bæjarins á heldur en áætlanir gerðu ráð fyrir og við vitum að það eru margar stofnanir sem við þurfum að líta til hvað það varðar og síðan eru það óvissu þættirnir sem framundan eru en með ábyrgri fjármálastjórn áfram með þann mannuð sem að Akraneskaupstaður hefur yfir að ráða þá held ég að sé bara engu að kvíða í þessum efnum og við bara höldum áfram að vaxa og dafna og vinna verkefninu vel og takk fyrir í bili. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir og orðið laust enn þessa 3 fundaliði. Það er bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil gera eins og bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir og þakka starfsmönnum bæjarins kærlega fyrir sitt vinnuframlag og bæjarstjóra sérstaklega fyrir greinagóða kynningu. Þetta er alltaf bara frábært uppgjör. Það er ekki hægt að orða þannig öðruvísi. Mjög góð rekstrar afkoma og það sem að mér finnst kannski einna jákvæðast eins og bæjarstjóri
kom réttilega inn á að í rauninni aðalsjóðurinn er að skila meiri rekstrarafgangi sem að gefur okkur þá færi á því að fara í fjárfestingar og þá í rauninni þessar fjárfestingar sem að bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir vísaði hér í. En ég tek hins vegar undir orð bæjarstjóra með það að við skulum ganga hægt gleðinnar dyr. Það eru blikur á lofti og í rauninni miklar hækkanir á launakostnaði koma náttúrulega til með að hækka lífeyrisskuldbindingarnar okkar. Það fer beint út í verðlagið og ég held líka varðandi í rauninni það sem bæjarstjóri kom inn á varðandi tilmæli sambands íslenskra sveitafélaga verðhækkanir á gjaldskrám og annað slíkt, að ég held að við eigum bara að vera til fyrirmyndar þar. Auðvitað þýðir það að við þurfum þá að sníða okkur stakk eftir vexti en það er öllum til hagsbóta í samfélaginu að við reynum að halda niður kostnað og við eigum náttúrulega líka að hugsa það og sína ábyrgð því að halda niðri álögum á borgarana að mínu viti. Þannig að ég held að við höfum alla burði til þess að gera það og þurfum bara að vera skynsum í því hvernig við stillum upp hlutunum og þá langar mig kannski til að minnast aðeins á fjárfestingaáætlunina sem að bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir kom hér inn á og talaði í rauninni að það þyrfti að taka tillit til íbúaþróunar og slíkra þátta, en ég tel líka og ætla að minna á það aftur hér í þessum ræðustól að við þurfum að hugsa rekstrakostnaðinn á þessum einingum sem við erum að í rauninni bæta inn í reksturinn okkar og taka tillit til þess í útreikningunum okkar og í rauninni líka horfa til þess þegar við erum að fara í framkvæmdir, hvernig getum við búið til rekstrarhagræði í því hvernig við skipuleggjum starfsemina okkar. Þannig að við séum ekki alltaf bara að bæta við kostnaði, heldur hugsum það hvernig getum við hugsanlega hagrætt og gert hlutina með hagkvæmari hætti til þess að við getum einmitt boðið upp á betri þjónustu fyrir bæjarbúa og að allir séu að fá í rauninni meira fyrir peningin. Ég bara, þú veist, eiginfjárhlutfall, veltufjárhlutfall, skuldahlutfall, þetta er bara allt í ljómanum eina og ég held að það beri bara vott það undanfarin ár og þegar horft til rekstrarniðurstöðu 2017 og 2018 og svo sem þeirrar þróunar sem búin að vera bara allt frá árinu 2012 að þá höfum við verið að ná árangri en við þurfum líka að við höfum líka þurft að hafa fyrir því og það eru verkefni og ég tek undir það sem að bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir kom inn á áðan og ég tók eftir því þegar ég var að rýna reikningana að við erum ekki að setja peningana okkar í viðhald eins og við ráðgerum í fjárhagsáætlun. Við erum að eyða meira í sérfræðiþjónustu og aðra slíka þætti og þessi pottar sem við setjum í viðhald að þeir eru í rauninni ekki tæmdir. Það getur auðvitað verið margar góðar ástæður fyrir því en þarna þurfum við samt að passa okkur að því við vitum öll og við höfum oft rætt það hér að það er komin tími á ansi margar fasteignir og innviði hér í bænum með tillit til viðhalds á þeim. Þannig að ég bara brýni okkur til þess að vera vakandi í því að við forgangsröðum í þá átt. Af því að það er í rauninni bara eins og við höfum farið yfir líka. Að við erum í rauninni í viðbragðsviðhaldi og það er dýrara. Það er betra að við náum að viðhalda hlutunum í rauninni áður en barnið er dottið ofan í brunnin eins og maðurinn sagði. Það er bara hreinlega ódýrara að vinna það þannig. En heilt yfir þá er ég bara náttúrulega
gríðarlega ánægð með þessa niðurstöðu og held að við getum bara verið stolt og sátt og ég bara hvet okkur og brýn okkur til þess að halda áfram að vera skynsöm og varkár og það í rauninni betra að í rauninni vera varkár í áætlanagerðinni og geta þá í rauninni eytt peningum sem eru í hendi en ekki í skógi. Það kann betri lukastýra. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég vil líkt og þessum undan mér komu byrja að þakka Sævari fyrir góða yfirferð og eins vil ég þakka þeim starfsmönnum á sviðinu sem koma að þessari vinnu. Bæjarfulltrúi Elsa Lára Árnadóttir og bæjarfulltrúi Sandra María Sigurjónsdóttir komu inn á Sandra María Sigurjónsdóttir Margrét og Arnardóttir. Þetta allt sami gröndurinn maður. Já. Herðu, ok. Það komið inn á viðhald fasteigna. Þetta kannski sá málaflokkur sem við höfum bara því miður í allt og langan tíma vanrækt og sést það náttúrulega kannski best á þeim stóru verkefnum sem komið að og eins og Sandra Margrét Sigurjónsdóttir kom inn á að það náttúrulega líka bagalegt þessu ljósi að sjá að af þeim 115 milljónum sem ráðstafað var til málaflokksins einungis bókfærðar 83 og bakið það eru náttúrulega margar ástæður og ein af þeim kannski að sem betur hefur ekki verið verkefnaskortur í iðnaðarmönnum hérna í bænum en á sama tíma höfum við verið að lenda í bara til dæmis núna í vetur máli eins og í Bjarnarlaug þar sem við erum raun og veru bara komið með gulaspjaldi frá vinnueftirlitinu að annaðhvort ráðust í framkvæmdi núna eða sjoppunni er lokað og það náttúrulega eitthvað sem ekki ásættanlegt. Við eigum að vera búin að byrgja brunnin áður en barnið dettur ofan í það og eins líka bara of stór hluti af þessu að fara út í bara verkefni sem við ráðum ekkert við en þarna þetta bara málaflokkur sem við verðum að setja meira fé í og við verðum að vinna markvissara í. Aftur að ásækningum. Ásækningurinn sannarlega að draga fram mjög góða mynd og gefur okkur vonum að geta ráðist í hluta þeim gríðastóra verkefnum sem bíða okkar. En eins og bæjarfulltrúi Elsa Lára Árnadóttir og Sævar bæjarstjóri kom inn á að mörgu að hyggja og þó að þetta sé vissilega glæsileg niðurstaða það samt þannig að stóri liðir það eru þarna stóri liðir sem getum hugsanlega ekki stóla á til framtíðar og því verða ákvarðanir okkar að taka með þeim í raunveruleika. Við erum samfélagi sókn og við verðum bara að halda áfram þessari góðu framtíð með góðu vinnu og þá er í mínum huga framtíð okkar björt. Hamingjan svo sannarlega hér, við verðum bara að halda í hana og halda áfram þessu góða samstarfi, þessu góðu vinnu og þá er okkur allir vegir færir. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi fundarliði 2, 3 og 4. Það bæjarfulltrúi Þórður Guðjónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, til hamingju með frábæran ársreikning Skagamenn og allir þeir sem komu að rekstri og gerð þessara frábæra afkomu eða hróskilið frá mér og það kannski langt mál að telja það allu upp. Þetta sannarlega glæsileg niðurstaða og gefur fyrirheit það að við getum farið í ýmislegt sem hefur setið á hakanum hjá okkur undanfarin ár. Það á teikniborðunum miklar og stórar framkvæmdir sem
við Akurnesingar þurfum að fara að ráðast í. Ég tel að við þurfum að sýna visst hugrekki á næstu misserum, en jafnframt skynsemi og nýta þau tækifæri sem eru í spilunum og á borðinu. Til þess að við getum vaxið og dafnað þá verðum við líka að byggja undir innviðina hérna, því að við vitum að leikskólar okkar eru nánast með fulla nýtingu, ef ekki fulla nýtingu. Skólarnir okkar, og þá sérstaklega grundaskóli, býr við það að árið 2020 er varla pláss fyrir fleiri nemendur. Íbúðaþróunin hefur verið nokkuð stöðu hjá okkur, en það gæti glitt undir það að við færum í efrumörk þróunar með það hvað er að gerast eftir að gjaldheimtu í hvalfjarðargöngu var hætt. Þannig að það er ýmislegt í gangi þarna, þannig að ég vil hvetja bæjarstjórn til þess að vera tilbúið að taka hugrakkar ákvarðanir á næstu misserum til þess að Akranes og Akraneskaupstað eða við sem sveitarfélag getum vaxið, tekið við auknum fjölda íbúa, bóði fjölskyldur sem hér búa og vilja búa upp á sveitarfélagi í fararbroddi á Íslandi, því að Akranesi er gott að búa, en við verðum að gæta því að við getum haldið áfram að vaxa og dafna. Þannig að það er ýmislegt á teikniborðinu sem þarf að gera, en samhliða þessu þurfum við að halda áfram þessari glæsilegu fjármálastjórnun sem hér hefur ríkt, og einmitt eins og bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir sagði hérna áðan, að það þarf að gæta því þegar að fara fjárfestingar og framkvæmdir að tækifærin og rekstrar hagkvæmni einingana sé nýtt eins og nokkur kostur á. Og hérna verður gaman að sjá hvernig okkur tekst að halda á spilunum þar, og ég gæti nefnt fullt að dæmi það að ég brenn fyrir margar af þeim hugmyndum, en ég ætla ekki að láta það gert hér, heldur mun ég beita mér því á öðrum vettvangi. En aftur til hamingju með þetta, nútíðin er góð, framtíðin er björt, en við þurfum að vera hugrökk og duglega að nýta þau tækifæri sem er í spilunum okkar og bjóðast, og óska okkur aftur öllum til hamingju með þessa niðurstöðu. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Þórður Guðjónsson og fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi liði 2, 3 og 4. Það er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil eins og aðrir bæjarfulltrúar bara þakka starfsmönnum Akraneskaupstaðar, sérstaklega á stjórnsýslu og fjármálasviði og auðvitað öllum starfsmönnum sem bera ábyrgð á fjármunum innan Akraneskaupstaðar, fyrirsvarsmönnum stofnana og aðrir starfsmenn Akraneskaupstaðar sem hafa virkilega staðið sig mjög vel á liðnu ári, og við erum að sjá árakstur af því hér í dag. Ég vil jafnframt þakka bæjarstjóra sérstaklega fyrir yfirferðina. Ég held ég sé fann að skilja megnið af þessu sem hann er að fara yfir. En óneitanlega er gaman að horfa framan í ársreikning eins og við erum að horfa framan í núna, og í rauninni meta afgangur ef við horfum á það í því ljósi. Ég minni á að bæjarstjóri nefndi við okkur hér áðan að það væri ákveðin varúðarfærsla í lífeyrisskuldbindingunum, af því að þær eru kannski með lægra móti núna með það sem við ofta átt að venjast. Þannig að við tökum skynsemin á þetta og setjum inn varúðarfærslu. Ég ætla að gera auðvitað viðurkenningu hérna, og þið kannski og spyr þá kannski oft utan það hvort þið getið þá reynilega svaraði þeim spurningu sem ég hefur rauninni aldrei getað svarað. Þráttur að hafa verið formaður bæjarráðs 4 ára skeið og tekið þátt í bæjarmáli núna í 5 ár. Þegar maður horfir tilbaka í söguna og sér hvernig þróun hefur verið á ársreikningum og niðurstöðunni, að ég man að ég horfði fyrsta ársreikningin 2013 þegar að hann var tilkynntur í raun á Kvísla á aðalfundi hjá IA upp í
upp á Jaðarsbökkum þegar Guðmundur Páll, þáverandi formaður bæjarráðs ef ég man rétt, var þýfkaður niðurstöðuna hver hún hefði verið og hann tilkynnti glaðhreifur að niðurstaða ársins hefði verið gríðarlega góð og afgangur á bænum þá vorum yfir 300 milljónir og það var verulegur viðsnúningur frá því sem verið hafði áður á því kjörtímabili og voru ánægjulegar niðurstöður. Þegar ég fór eins og var að skoða þetta aðeins betur þá kom í ljós að það ár voru lífeyrisskuldbindingar alveg óvenju lágar, ekki nema 160 milljónir það árið, samanborið við til dæmis eins og við tökum bara árið eins og 2016 þar sem vorum við á 700 milljónir í skuldbindingu. Þannig að það er ekki ofsögum sagt þegar við erum að tala hér lífeyrisskuldbindingar lottóið að það skiptir máli að vera með réttan miða í því. Við vitum í raun ekki fyrir undir, í raun ekki fyrir árið liðið hvað við fáum upp úr þeim potti og það auðvitað bagalegt að geta ekki hort í þá stöðu fyrir árun svo mann geti þá allavega gert einhverjar ráðstafanir. Það líka gaman að sjá ef maður horfir tilbaka í söguna hvernig afgangur af rekstri bæjarins hefur verið að vaxa og síðustu 2 ár mjög góð og vonandi verður áframhald þar og það er hins vegar ekkert gefið í þessum efnum og við eigum að horfa til þess að nú eru kjarasamningar opnir og það ræður auðvitað ansi miklu þróun lífeyrisskuldbindinganna, hvernig okkur mun takast til við samningagerðina. Að höfrungahlaupið er það versta sem við lendum í. Það er liggja fyrir ef að núverandi samningar, þau samningsstöður sem liggja fyrir verða samþykkt hjá verkalýðshreyfingunni, þá er auðvitað búið að slá ákveðin tón sem að vonandi tryggir það að menn fari ekki í of miklar hækkanir. En ég nefndi hérna spurningar sem að mig langar að fá svör við og ég sjálfur ekki geta svarað og þá er það kannski fyrst og fremst af hverju eru tekjur okkar hér á Akranesi að hækka? Hvað er það í raun sem gerir það að verkum að tekjur okkar hafa hækka? Er það fjölgun íbúanna? Er það hækkandi laun? Og ef að svo er, hvaða geirar eru það sem eru að skila þessu til okkar? Og ég ætla að koma hérna aftur, en mig langar til að fá kannski svara því hvort að oddvitar í meirihlutanum hafa annarkvort þekkingu eða skoðun á hvað þetta geti verið. Nú ætlar forseti að óska eftir því að fá afleysingu hérna í stóli forseta örstutt og óska eftir að fá að taka til máls. Já, ég býð þá hæstvirtan forseta að stíga í pontu og Valgarður L. Jónsson gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Nú sjálfsagt að kalla mig bara bæjarfulltrúa núna. Þegar að ég vil byrja á því eins og aðri bæjarfulltrúar sem hér ákomið upp að færa mínar bestu þakkir til starfsmanna bæjarins, til Sævars Freys bæjarstjóra, Steinars sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs og starfsfólks fjármáladeildar sem og eins og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson kom inn á og er ekki síður mikilvægt allra þeirra starfsmanna kaupstaðarins sem að fara með fjármuni vegna þess að aðgæðsla og skynsemi er allstaðar hjá okkar starfsmönnum og er okkar gríðarlega mikilvægt. Ég ætla ekki að endurtaka mikið af því sem að hefur komið fram. Ég finnst bara einfaldlega ekki þörf á því.
Niðurstaðan í ásetningnum afar ánægjuleg og mjög gott eins og bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurðardóttir kom inn á að mjög gott að sjá lykiltölur í rekstri bæjarfélagsins sem benda til þess að reksturinn sé traustur. Það hins vegar rétt að það eru svona einskiptis stærðir þarna sem við getum ekkert treyst á að komi alltaf ár eftir ár, en við að sjálfsögðu bara fögnum niðurstöðunni núna og því að staðan er góð. Við stöndum á traustum fjárhagslegum grunni og þaðan getum við gert góða hluti. Bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson varpaði fram mjög áhugaverðum spurningum. Af hverju eru tekjurnar að hækka? Og tók hann fram að hann hefði sjálfur ekki svar við þeim spurningum. Ég hef ekki svar við þessari spurningu heldur. Ég get ekki boðið upp á neitt betra en vangaveltur. Og ég hugsa að við séum örugglega öll þar. Einmitt, er þetta fjölgun íbúa? Er þetta hækkandi laun? Er þetta að einhverju leyti aukin fjölbreytni leið og fjölgunin á sér stað? Er þetta þá að einhverju leyti aukin fjölbreytni í íbúasamsetningu? Hefur þetta kannski að gera með það að Akraneskaupstaður býður upp á lífsgæði sem að fólki finnast eftirsóknarverð og velur sér þess vegna búsetu hér, óháð því hvort að vinnustaður viðkomandi sé hér eða ekki. Það svona kannski ein vangaveltan sem að ég bæti við í þessa spurningu. En þetta eru góða spurningar og þá áhugavert að sjá líka bara í rauninni hvernig er bara samfélagið að þróast, hvernig er bara Ísland að þróast. Er þetta sérstakt hér á Akranesi eða er íslenska þjóðin bara almennt að þróast í þessa átt? Ég vil sérstaklega taka undir orð bæjarfulltrúa Söndru Margrétar Sigurjónsdóttur varðandi það að leið og við hugsum fjárfestingar að þá þurfum við alltaf að hugsa jafnframt reksturinn inn í framtíðina og rekstrarhagræði, vegna þess að stundum geta fjárfestingar orðið til þess að auka hagræði í rekstri og þegar við veltum núna fyrir okkur framkvæmdum og fjárfestingum inn í framtíðina sem að örugglega er á döfinni. Það er mikil þörf, fjárfestingaþörf hjá Akraneskaupstað og þegar að samfélagið stækkar og íbúum fjölgar að þá gerir sú þörf ekkert annað en að aukast og þá þurfum við að reyna að vera svolítið útsjónasöm og reyna að vera svolítið klók með það að það fjárfestingar sem við förum í að það verði til þess fallnar að rekstur geti jafnvel orðið hagstæðari heldur en hann er fyrir, svona þegar á heildina er litið. Ég ætla, eins og ég sagði, ekki að bæta miklu meira við en þessu. Ég vildi bregðast við þessum vangaveltum
þessu spurningum bæjarfulltrúa Ólafs Adolfssonar, en eins og ég segi, ég get ekki boðið upp á neitt meira sjálfur en vangaveltur einnig. Takk fyrir. Þakka bæjarfulltrúa Valgarði Lyngdal Jónssoni fyrir og biðja hann að taka aftur við sæti forseta. Þakka varaforseta fyrir afleysinguna, Gerði Jóhanni Jóhannsdóttir, og orðið er enn laust fundarliði 2, 3 og 4. Og það er bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Gjörðu svo vel. Takk fyrir ágætu bæjarfulltrúar, forseti, bæjarstjóri, þeir sem á hlýðið. Ég ætla líka að byrja á að þakka bæjarstjóra Sævari Frey Þráinsinni sérstaklega fyrir góða yfirferð hérna áðan. Þetta var skýrt og skilmerkilega sett fram og þakka þá starfsfólki stjórnsýslu og fjármálasviðs og sérstaklega Þorgeiri Hafsteini Jónssyni, fjármálastjóra og Steinar Adolfs sviðsstjóra fyrir ásamt öllum öðrum sem aðkoma, og eins og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson kom inn á áðan þá eru það fleiri sem eru ábyrgir í því að halda utan buddu bæjarfélagsins, forstöðumenn og mögulega margir fleiri starfsmenn þar undir. Við hjálpumst öll að í þessu og þar sýna ýmsir ansi góða ráðdeild okkur til með okkar hag allra að leiðarljósi. Já, bara fagna niðurstöðunni, en hún er tilkomin einmitt kannski út af hlutum sem við getum ekkert alltaf stólað á. Við veitum ekki heldur hvað framtíðin býr í skauti sér, þannig að við munum að sjálfsögðu ganga varlega gleðina dyr eins og aðrir hafa komið inn á hérna. Þetta er ekkert fast í hendi hvernig að þetta verði svona áfram. En mér langaði að nefna að hafa komið inn á einmitt með það að við ákveðum ákveðnar upphæðir í viðhald fasteigna, og hvað því viðkemur þá er mjög gott að vera komið með þessa viðhaldsáætlun sem að mögulega gefur okkur þá færi á því ef það fást ekki verktakar í eitthvað ákveðin verk, það sé þá mögulega hægt að fara í önnur eða einhvern veginn hliðra til, eða kannski erum við bara að horfa á einhverja ákveðna verktaka, eru allir að komast að borðinu, ég er bara svona, velti þessu upp, er þetta eitthvað sem við þurfum að skoða frekar, en bara allir séu með augun opin í því. Ég held að þessi bæjarstjórn sé bara ágætt í því að, í sameiningu standa að því að þetta sé vel gert frá grunni og með allir horfi á þetta með gagnrýnum augum, og ég held að það verði svo áfram og vil bara, fagna niðurstöðunni, en samt maður er með framtíðin er óráðin. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir, og næsta mælendaskráa bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Svona eftir mærðarlega ræðu áðan, að þá langar mig að koma með svona nokkra spurningar, sérstaklega fyrir Steinar Adolfsson. En fyrst kannski varðandi viðhaldsfjármunina og svona þessa umræðu það hvort að við séum að setja peningana í það, að þá kannski held ég að væri líka vert að skoða hvort að við séum í rauninni að telja fram alla þá fjármuni sem við setjum í viðhald út í stofnununum, af því að ég veit til þess að okkar ágætu forstöðumenn sem eru að stýra stofnunum út í bæ eru að forgangsraða oft sínum peningum í það að mála veggi og gera við glugga og hitt og þetta.
og bara hvort að við erum örugglega að halda alveg utan það hversu mikið fjármagn við raunverulega setjum í viðhald og langar bara að vísa þeirri spurningu til þá stjórnsýslu og fjármálasviðs væntanlega að skoða það fyrir næstu umræðu með hvað hætti þetta síðan myndist bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir og bæjarstjóri í sinni yfirferð aðeins á framlög jöfnunarsjóðs og þegar maður skoðar í rauninni skýringar með ársreikningnum að þá í rauninni mikil hækkun á framlögum vegna málefna fatlaðra bæði frá rekstraráætlun og fyrra ári og að það væri ákveðið uppgjör þarna sem hefði átt sér stað og ég myndi kannski bara vilja fá aðeins nánari skýringar á því hvað þarna átt við. Síðan varðandi launakostnaðinn að þá svona þegar maður rýnir aðeins í hann að þá í rauninni eru föstu launin heldur lægri heldur en áætluð föst laun en hins vegar yfirvinnan töluvert hærri heldur en áætluð yfirvinna og í rauninni finnst mér líka eins og sé kannski varðandi launatengdu gjöldin að í rauninni hækkunin á launatengdu gjöldum hlutfallslega sé ekki í samræmi við í rauninni mismuninn á milli launakostnaðar og síðan launatengdra gjalda. Ég veit ekki hvort þú skilur hvað ég er að fara. Ég get útskýrt það betur. Þannig að það svona en allavega bara velta því upp, þú veist, af hverju launakostnaðar aukningin í formi yfirvinnu og frekar heldur en fastra launa og þá ég að tala A-hluta. Og varðandi önnur rekstragjöld að þá það svo sem í samræmi við í rauninni rekstraráætlun að styrkir og framlög að hækka töluvert mikið milli ára eða meinar 60 milljónir og mér langar bara til að fá í rauninni brú yfir það, þú veist, í hverju felst þessi breyting milli ára. Ég veit að það voru tekna með þetta ákvarðanir það en það ágætt að halda því til haga. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða eða horfa. Ég ætla nú að byrja eins og flestir bæjarfulltrúar sem hafa komið hér upp að þakka fyrir góða kynningu á reikningunum og þakka þeim sem hafa komið við gerð þessa ársreiknings fyrir þeirra vinnu. Ég hafi ekki hugsað mér að taka svo sem til máls hérna undir þessum lið. Það hér miklu meiri snillingar heldur en ég í reikningshaldi og öðru. En mér langar samt aðeins að koma hérna og fabulera kannski með þessa spurningu sem bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson kom með hérna. Ekki það ég ætla að svara henni frekar heldur en aðrir en það alltaf hægt að vera með svona getgátur það hvað að gerast og það mjög ánægjulegt að tekjur okkar virðast vera að aukast og hvort að það og hverju það að þakka. Ég vil meina það að við erum þannig í sveit sett að við erum með gott framboð af íbúðum. Hingað að flytja fólk og ég hef þá tilfinningunni að megnið af því fólki sem að flytja hérna
sé fólk sem hefur ágætis tekjur og þar af leiðandi borgar gott útsvar. Hvort að það eingöngu það sem að ræður þessu, að það skal ég ekki fullyrða, en þetta svona tilfinning sem maður hefur. Og í framhaldi af því þá langar mig að taka undir þar sem bæjarfulltrúinn Þórður Guðjónsson kom hérna inn á. Við þurfum að vera kjörkuð í framtíðinni, í fjárfestingum, til þess að byggja upp þá innviði sem að við vitum að við þurfum að bæta, því að þá mun að mínu mati það fólk sem að, og þeir einstaklingar sem kannski akkur í að fá inn í bæjarfélagið, sem fólk sem að í þokkalegum tekjum, borgar þá gott útsvar, flyst hérna til okkar, því að við erum með lægra íbúðaverð heldur en á stór höfuðborgarsvæðinu. Mér langar líka, ekki það ég ætla að draga úr því að við séum með varnaðarorð gagnvart því að ef við framkvæmum eitthvað og búum eitthvað til að þá þurfum að reka það er alveg rétt. En það má ekki ráða því einhverja hræðsla yfir því að við þurfum að reka það sem við framkvæmum með eignir eða hús eða þjónustu. Það má ekki hræða okkur í því að taka þessar ákvarðanir að við þurfum að byggja þetta upp. Og leið og þessir góðu útsvarsgreiðendur koma henni í bæinn, þá munum við hafa vonandi góða innviði fyrir þá einstaklinga og höfum þá efni á að reka það líka. Framtíðin hjá okkur, hún björt og við eigum að vera kjörkuð í fjárfestingunum og laða að okkur fólk og einstaklinga og fjölskyldur til að koma hérna og taka þátt í þessu með okkur. Takk fyrir. Ég gleymdi hérna að því að ég var með á blaði, það kom hérna spurning frá henni Söndru vinkonu minni bæjarfulltrúa, Margréti Sigurjónsdóttur. Bæjarfulltrúi Elsa Lára nefndi hérna með óvæntar innkomur frá Jöfnunarsjóði. Það má alveg segja að það var óvænt, en það var ekki út af neinu. Þetta kemur viðbótarframlag kemur í gegnum Jöfnunarsjóðin út af málefnum fatlaðra. Það að vísa ekki allar þessar stóru upphæðir, en að því ég hafði nú skrifað þetta hérna hjá mér að við fáum frá þjónusturáðinu vegna ársins 2016 þá fáum við 22,5 milljónir. Þjónusturáðu fékk þessa peninga og það var samþykkt að þeir ynnu til Akranes út af því að við vorum með það mikið tap á þessum hluta, og 2017 fáum við 7,2 milljónir í þessu viðbótarframlagi og 2018 fáum við, þá skiptist þetta á milli Borgarnes og, skiptist eftir þjónustusvæðunum held ég, en við fengum 45% af 49,7 milljónum. Bara því ég hafi skrifað þetta hér og þessi spurning kom fram, að þá þetta allavega sá hluti sem að kemur til viðbótar í gegnum þjónusturáðum málefni fatlaðra. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson, og næsta mælendaskrá bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða.
Já, þetta búið að vera mjög skemmtileg umræða hér ársreikningin og ýmsar vangaveltur og spurningar komið fram. En þannig ég byrji hérna aðeins á þeim spurningum sem að komu að með minni frá bæjarfulltrúa Söndru Margréti Sigurjónsdóttur. Þar veltir hún í rauninu upp hvað var það viðhaldsfjármuni og í rauninni veltir því upp hvort að í rauninni þetta sé að sýna raunverulega stöðu þeir fjármuni sem að fara í viðhald hér innan kaupstaðarins og veltir í rauninni upp hvort að forstöðumenn stofnana sé að taka það í rauninni af þeim framlögum sem eru til þeirra stofnana og ég tel að það sé svo að einhverju leyti en ég tel líka og jafnframt að formaður skipulags- og umhverfisráðs muni koma hér upp jafnframt og ræða þetta. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson fór bara ofan í þau svör sem ég ætlaði mér að koma með hér hvað varðar framlög jöfnunarsjóðs og það uppgjör sem hefur átt sér stað. Bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson ætlar að örlítið að reifa hvað varðar yfirvinnuþáttinn sem að bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir kom með en hvað varðar styrkveitingar milli ára þá þetta meðal annars vegna beinna styrkja vegna stuðnings við þjálfunar og iðkendafjölda hjá IA og aðildarfélögum stuðningu við verkefni og þetta var þarna 30% hækkun, það 10,9 milljónum króna í 15 milljónir króna og síðan þetta jafnframt vegna tómstundarstyrk sem greiðsla til 1026 íþróttaiðkenda eða þar var 40% hækkun framlags hækkun 25,2 milljónum króna í 37 milljónir króna. Þannig að þetta skýrir þetta að einhverju leyti. Hvað varðar ársreikningin sjálfan þá birtist auðvitað í honum eins og framkom áðan hvað varðar ábyrga fjármálastjórn. Það birtist í honum að við erum samfélag í sókn. Við erum samfélag sem hefur verið að ráðast í stóra fjárfestingar og þar eins og framkom og hefur komið þetta Dalbrautarreitur og frístundamiðstöð, fimleikahús og fleira. En hvað það sem að lætur tekjur okkar að vaxa? Hvað skýrir það í spurningirinninni frá bæjarfulltrúa Ólafi Adolfssyni? Það mín trú að þetta sé meðal annars vegna þeirra fjölgunar íbúa, líklega kannski, veit ekki, getur það verið góðir útsvarsgreiðendur eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á í sinni ræðu. Fjölgun íbúa, hækkun launa, það hefur verið hagvöxtur í samfélaginu undanförnum árum sem getur skýrt að hluta til. Hér á Akranesi vil ég trú og ég vil meina að hér eru góð lífsgæði, hér gott að ala upp börn, við erum með, ég vil líka leyfa mér að segja það, við erum með frábæra skóla, leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla sem börnin okkar geta farið í eða fara í. Við erum ríkað fagmenntuðu fólki innan þessara stofnana, þverfaglegu samstarfi innan þessara stofnana. Það eru líka ákveðin lífsgæði fólkin í því að það stutt í allar áttir og tíminn dýrmætur að fara á milli staða. Þannig að við höfum verið með gott framboð á húsnæði, lóðum, erum í sóknarhug hvað varðar skipulagningu á svæðum, Sementsreitur, Skógarhverfið, Dalbrautin. En til að svara, ég get ekki svara nákvæmlega hvert svarið bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson, þetta svona vangavelturnar að við erum bara samfélag fullt af lífsgæðum. En til að halda þessu áfram, halda áfram að vera í sókn, halda áfram að nýta þessa styrkleika okkar, þá tek ég undir það sem að bæjarfulltrúi meðal annars Þórður Guðjónsson hefur komið fram með í ræðum sínum hvað var þann kjark til að halda í við þessa góðu innviði sem við höfum haft, sama hvort það eru grunnskólar, leikskólar, íþróttamannvirki, sama hvað það að við sýnum áfram ábyrga fjármálastjórn, skoðum rekstrareiningar okkar, skoðum, höldum áfram að velta við steinum í fjárhagsáætlun, að við höldum áfram að laðingar íbúða vegna þessara frábæru innviða sem við höfum og höldum þannig áfram að vaxa og höfum tækifæri til að láta tekjur okkar vaxa en frekar heldur en og áfram eins og við erum að sjá. Þannig að til þess þurfum við líka að vera tilbúin.
með þá innviði sem við höfum og erum að stefna að. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir og Marlinda skrá enn opin og það bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar og aðrir þeir sem á hlýða. Það hefur verið komið inn á viðhaldsmálin. Það hefur verið unnið mjög gott starf í skipulags- og umhverfisráði af þeim starfsmönnum í gerð viðhaldsskjals. Við bæjarfulltrúar allir höfum aðgang að því skjali og ég tel að það sé mjög gott og mjög nauðsynlegt fyrir okkur til þess að geta séð myndina á hverjum tíma, raunmyndina. Það er uppfært mjög reglulega og allar þær framkvæmdir sem farið í rata þar inn. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir kom inn á að hugsanlega ekki allt það fé sem fer í viðhaldi á bænum að rata inn í bækur okkar sem viðhald. Ég held að það sé rétt hjá henni. Maður hefur heyrt að því að þarna það sé verið að nýta fé sem átt að fara í annað. Ég mitt að mála, ganga á annað og þarna ég vil leyfa mér að horfa á það svona bæði jákvætt og neikvætt. Það er kannski hægt að segja að það sé ekki gott að peningar stofnana eins og grunnskóla og annað séu að fara í sem eiga að fara í reksturinn sé að fara í viðhald og við þurfum þá kannski að bregðast eitthvað af því en á sama tíma finnst mér að líka gríðarlega jákvætt að við eigum frábæra fórstöðumenn og við eigum fórstöðumenn sem hérna hafa yfirsýn og grípa til sína ráða þegar þeir þurfa og redda málunum. Við höfum ráða mjög færum fórstöðumennum hérna í öllum okkar stofnunum sem hafa hérna oft hlaupið undir bagga en reyndar held ég oft á tíðum sé þetta verkefni sem kannski eru bara aðeins aftar í góðgunarröðin hjá okkur í viðhaldinu. Við erum með gríðarlega stór verkefni þar sem við erum að bregðast við, reyna að bregðast við og koma í veg fyrir tjón. Oft á tíðum þetta einmitt það að vera að mála á annað en það er líka hluti af viðhaldinu og við viljum hafa fallið til okkur í kring og skemmtilegt umhverfi. En ég held að bara öll þessi viðhaldsmál þurfum við bara svolítið að taka til gagngerðrar endurskoðunar og greina og fyrst og fremst að þarna vantar bara inn gífurlegt fé og hérna hugsanlega bara eins og hefur líka verið komið inn á að skoða þetta svolítið, endurskoða þetta allt bara, hvernig erum við að gera þetta. Hér voru til dæmis áður húsverðir í öllum skólum sem voru bara fastir í þeim stofnunum. Þurfum við eitthvað að hluta að hverfa aftur til í það eða hvernig er best að bregðast við þessu ástandi? Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson og orðið enn laust með fundarliði 2, 3 og 4. Það er bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson. Gjörðu svo vel. Herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég get alveg sagt að ég átti svo sem ekki von á neinum sérstökum svörum varðandi þessar spurningar. Þetta viðfangsefni er auðvitað flókið og ég held að við höfum verið að velta þessu fyrir okkur allt síðasta kjörtímabil í raun, hvernig við gætum kortlagt það nákvæmlega, hvers vegna ákveðnar hreyfingar væru á útsvarinu okkar. Ég hélt ég hefði lausnina með því að kíkja á framlag Jöfnunarsjóðsins og það væri svona þessi punktur sem maður geti alltaf notað sem viðmið. Byrjaði að skoða árið 2014. Hjá okkur þar fengjum við 30 milljónir, 2015 12 milljónir, 2016 45 milljónir, 2017 fengum við 71 milljón. Þannig að ég var spenntur að kíkja á framlagi fyrir 2018 og það reyndist vera 20 milljónir. Þannig að það var sem að með segja, já, þarna er skýringin, tekjurnar hafa verið að vaxa.
en þegar maður horfir síðan á hinn uppgjörun og ber þetta saman milli sveitafélaga þá er ekkert samhengi í þessum hlutum, því miður. En það væri ekki auðvitað gaman að fá þessu spurningu svara. Það væri auðvitað æskilegt fyrir sveitafélag að hafa betri upplýsingar útsvarsgreiðendur og sérstaklega þegar við erum að vinna að einhverju sem við kallum atvinnuátak eða viljum kannski styrkja ákveðna atvinnugreinar, hvort að það sé að skila sig, nefni eins og ferðamennsku. Það var auðvitað mjög áhugavert. En það er svolítið gaman að rýna í söguna því ég er nú ofta að hrekkja forsetann. Þá verð ég auðvitað að hrekkja hann aðeins í restina með smá innleiki. Ég náði víst ekki að bauna á hann greininni sem hann skrifaði fyrir síðustu kosningar, en það er rétt að minna á það að það var auðvitað kosningár. Við erum að tala reikning sem núna liggur fyrir, sem var á kosningaári. Og þeir sem hafa verið lengur en einn vetur í pólitík, þeir vita að auðvitað er freistandi á kosningaári að tefla fram öllu sem þú hefur að tefla. Til þess að freista þess að kjósendur muni sjá eitthvað sem þá virkilega langar í því dæmi. Og þessi til mér langar mig til að lesa fyrir forseta bókun sem hann gerði þegar við unnum fjárhagsáætlun fyrir árið 2018. Ég ætla ekki að fara alveg í gegnum hann, ég ætla að lesa það sem ég finnst svona skemmtilegast í henni. En bókun hljómar svona með leyfi forseta, og ég minna ná að ég er alltaf að hrekkja hann. Fjárfestinga og framkvæmdaáætlun Akraneskaupstaðar sem er til umræðu og er hluti af fjárhagsáætlun ber þess skýrmerki að framundan eru kosningar. Enda er stilt upp miklum loforðum dýrar fjárfestingar, meðal annars íþróttamannvirkjum. Mikilvægt er að bæjarbúar og allir sem hafa hagsmuni af framgangi einstakra verkefna sem sett eru fram í áætlunni séu meðvitaðir að ef fyrirliggjandi áætlun á að standast má lítið sem ekkert bregða út af í rekstrarumhverfi sveitarfélagsins og lítið svigrúm er skilið eftir fyrir önnur verkefni sem kann að reynast nauðsynlegt að ráðast í á næstu árum. Á síðustu árum hefur vissulega myndast ákveðin framkvæmdaþörf í bænum, farið hefur verið skynsamlega með fjármuni og þar er ég sammála forseta. Áhersla lögð á að greiða niður skuldir sveitarfélagsins og það hefur gengið vel. Það kemur því á óvart að nú þegar kosningar nálgast skuli sett fram 4 ára áætlun með svo mörgum og kostnaðarsömum framkvæmdum. Við teljum einfaldlega hér sé bratt farið af stað eftir langvarandi framkvæmda þurrð. Einnig viljum við benda á leið og gert er ráð fyrir töluverðu uppbyggingu íbúðabyggðar meðal annars á nýjum skipulagssveitum. Þá er hvergi gert ráð fyrir fjármunum til áframhaldandi uppbyggingar á nauðsynlegum innviðum til að þjónusta þessa vaxandi íbúðabyggð og nefnum við það sérstaklega uppbyggingu leikskóla. Hafa ber í huga að íslenskt efnahagslíf er nú á toppi hagsveiflunnar og öllum má ljóst vera að sú sveifla á eftir að koma niður aftur. Skynsamlegt væri á opinberum aðila eins og Akraneskaupstað að halda þessir höndum á meðan slíkt ástand ríkir, til að vera betur í stakk búin til að ráðast í framkvæmdir þegar verið árar. Við óttumst að með þessari áætlun sé gerð tilraun til að lofa umfram það sem efni standa til og skapa einnig óraunhæfar væntingar hjá þeim bæjarbúum sem helst þurfa á nauðsynlegum innviðaframkvæmdum að halda. Og mig langar til þess að ég er nú að hrekkja forseta að geta þess að hluti af þessu sem þarna er framsett á enn við í dag. Og það er auðvitað rétt hjá forseta að við þurfum auðvitað að taka tillit til þess hvernig íslenskt efnahagslífi er og auðvitað er það þannig að þegar að mesta þenslan er í samfélaginu þá reynum við að halda á okkur höndum ef kostur er. Það verður hins vegar að segjast og ágætt fyrir okkur að muna að við vorum búin að halda í okkur ansi lengi hér á Akranesi og leggja mikið á okkur til að spara, til að eiga fyrir þeim framkvæmdum sem við vildum fara í. Það óska forseti aftur eftir aflýsingu í sæti forseta. Til máls tekur bæjarfulltrúi Valgarður Lyngdal Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég hef nú gaman að ég vera hrekktur, svona meðan hrekkirnir eru bara svona góðlátlegir og skemmtilegir eins og
raun ber vitni. En ég heyri það líka að ég og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson við erum sammála í öllum veigamestu atriðum, og svo að við höfum gaman að því að skjóta hvor á annan. Það sem að bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson las upp hér og var bein tilvitnun í mig og þáverandi bæjarfulltrúa Ingibjörgu Valdimarsdóttur, að ég heyri ekki betur en að þarna væri bara talað að skynsemi og einmitt bara svona slegni varnaglar við því að vera ekki að fara of geyst af stað eftir mögur ár og mikla liggum við að segja þrautagöngu við það að koma í rauninni fjármálum kaupstaðarins á það skrið sem að þau eru komin á í dag, og fyrir það á síðasti meirihluti bæjarstjórnar mikið hrós og einnig það síðasti. En þetta sáum við á það var svolítið áhugavert að sjá það á glærunum í kynningu bæjarstjóra við upphaf þessa fundar að maður sá svolítið mynstrið á öllum glærunum sem að náðu aftur til ársins 2012. Lykiltölu glærurnar sem að náðu aftur til 2012 að þar sér maður svona upphafið á þessari þróun sem að hefur verið afar jákvæð síðan. Eitt af því sem að kom fram í þessari bókun sem að bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson las upp hér áðan var það að þarna í þessari bókun þá bentum við þá bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar á það að hvergi á þáverandi framkvæmdaáætlun var talað uppbyggingu í skólamálum, eða leikskóla. En ég held að við séum öll sammála það að nú algjörlega komið tími til að hugsa það. Þannig auðvitað taka áætlanir og svona framtíðarhugmyndir taka alltaf breytingum í samræmi við svona veruleikan á hverjum tíma. Bæjarfulltrúi Þórður Guðjónsson minntist á þetta í sinni tölu hér áðan að við þyrftum að huga að því að leikskólarnir okkar eru í fullri nýtingu ef ekki rúmlega það, og grunnskólarnir okkar sérstaklega annar þeirra við það að geta ekki annað meiri fjölda. Þannig að það komið til viðbótar við allt hitt sem við vorum að spá í þá. Það bara þannig. Þegar við látum af svona hrekkjónum Kórigas annars við bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson þá yfirleitt komumst við nú saman að skynsamlega niðurstöðum í þessum málum og ég veit alveg að það gerum við einnig í þessum framtíðarhugmyndum okkar. En svona aftur aðeins að þessum pælingum sem að bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson setti fram í fyrri tölu sinni að þetta með bara af hverju þetta að gerast, af hverju þróunin að vera þessi. Og þá ætla ég svona aftur að nefna þetta með lífsgæðin. Akraneskaupstaður býður upp á lífsgæði sem að fólk sækist eftir og hefur komið fram hjá í máli margra öfluga skóla, öflugt íþróttastarf. Bara í síðustu viku að þá sá ég auglýsingu frá fasteignasala í bænum þar sem hann einmitt vekur athygli á þessum samfélagslegu þáttum sem að hér eru til staðar og fólki þykja eftirsóknarverðir. Og ég held að við séum svolítið að horfa fram á þetta að í framtíðinni, og nú freistandi að nefna fjórðu innbyltinguna og í rauninni þær þjóðfélagsbreytingar sem að við
svona getum í raun og veru aðeins ímyndað okkur í dag hvernig muni verða og til hvers muni leiða en ég ímynda mér að minnsta kosti að lífsgæði muni skipta fólk gríðarlega miklu máli og miklu meira máli heldur en hingað til þegar það velur sér búsetu, velur sér stað til þess að búa með sína fjölskyldur og ala upp börnin sín og lifa sínu lífi. Að þetta muni fara að vega þyngra í því hvar fólk velur að búa heldur en það kannski hefur gert hingað til vegna þess að staðsetning vinnustaða til dæmis hefur skipt gríðarlega miklu máli hingað til en ég er ekki svo viss að það muni gera það til lengdar. Þannig að lífsgæði, samgöngur og fjarskipti, ég held að þetta séu svona lykilatriði í því að við svona höldum okkar status sem þetta fyrirmynda samfélag, hamingjusamasta samfélag á Íslandi er það ekki? Samkvæmt nýútreiknuðum hamingjustuðli. Takk fyrir. Ég þakka bæjarfulltrúa Valgarði Lyngdal Jónssoni fyrir. Gjörðu svo vel. Þakka varaforseta aftur fyrir aflýsinguna og næstur á mælendaskrá er bæjarstjórinn Sævar Freyr. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það var búið að vera mjög gaman að hlusta á þessa umræðu sem búið að vera hérna í síðustu mínútunar. Eða ekki bara síðustu mínútunar, núna frá því undir þessum lið. Það kemur eiginlega upp í hugan svona, nokkur orð. Sko, hugur, umhyggja, hyggjuvit, dass af hrekkjum og svo í lokin bætist við hamingja. Þetta súmerar svolítið upp, margt sem hefur komið hérna fram. Þetta sérstaklega minnast á dass af hrekkjum að það er auðvitað bara eitthvað sem stuðlar að hamingju líka. Það er partur af því að búa til góðan anda og að því fylgi einhver alvara þá er gott að grínast með verkefnin sem við erum að vinna með. Mér langar að svara nokkru spurningum sem hafa komið hérna upp og líka koma með nokkra svona hugleiðingar og vangaveltur. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir, hún og fleiri hafa komið inn á viðhaldið. Viðhald þar að segja á mannvirkjum og innviðum og öðru sem við erum að sinna í bæjarfélaginu. Ég held að sé mikilvægt að við höfum í huga að það sé við erum auðvitað að nýta þá fjármuni sem eru settir í viðhald, bara svo það komi alveg örugglega fram. Hins vegar hefur verið ásókn frá þeim sem að stýra stofnunum bæjarins að það fari meira í viðhaldið og þegar að aðhaldið var kannski hvað mest í rekstri bæjarins að skiljanlega fyrst eftir hrun og svo svo í framhaldinu þá þurfti einfaldlega að halda að sér höndum og maður skilur það í rekstri og þess vegna var ég hér í inngangi í minni kynningu að draga fram það að nú erum við kannski komin á þann stað að við getum sett meiri fjármuni í viðhald en við þurfum þá að halda áfram að sjá fókus á því að halda vel utan á reksturinn svo að það geti verið svo. Og við erum að gefa í á þessu ári og það var sett örlítið meira í viðhaldsframkvæmdir á liðnu ári sem að kemur auðvitað fram í reikningnum en þetta er mikilvægt þannig að og ég vil bara taka undir það sem að bæjarfulltrúi Sandra Margrét myndist á að vera varkár í áætlanagerðinni og þannig tryggja það að við séum réttu megin, það er auðvitað rétt og svo langar mig að tengja þetta aðeins við það sem bæjarfulltrúi Einar Brandsson myndist á það væri mikilvægt að vera með varnaðarorð og ég hafði upp varnaðarorð og fleiri en ég vil
vil vera alveg skýr að ekkert af þeim orðum sem ég let út mér voru til þess að vekja upp hræðslu af því að við eigum að sýna dug og þor og taka kjarkaðar ákvarðanir eins og bæjarfulltrúi Þórður Guðjónsson benti á en gera það af hyggjuvitinu sem ég kom hérna áðan. Þannig að við tökum skynsamlar ákvarðanir en við erum samt kjörkuð. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir kom sömuleiðis með spurningu yfirvinnuna og þetta liggur nú meira og minna að stærstum hluta á einu sviði sem að hefur í rauninni átt í vandræða með að ná að manna í þær stöður sem það hefur heimild til þannig að og þá er mikilvægt að horfa til þess að föst laun hjá kaupstaðnum eru 99 milljónir undir áætlun en yfirvinnan er 44 milljónir sett yfir þannig í heildina eru við réttu megin með launakostnaðin hjá okkur en þetta hefur verið því miður þurft að leysa það með yfirvinnu í svona ákveðnum stofnunum hjá okkur sem eru svona, félagsmegin hjá okkur og þetta vildum við að það væri með öðrum hætti en þetta er staðan og bæjarfulltrúi Ólafur Adolfsson mér fannst nú bara að koma svo marg greindarleg sjónarmið á því hvað veldur í rauninni því að við erum að sjá tekjuaukningu. Þannig ég ætla ekki að bæta í þann sarp en það komu líka hugleiðingar hvar eigum við að sækja fram. Hvers konar atvinnu eigum við að sækjast eftir því að fá hérna inn og mér langar að koma með innlegg í það. Ég held að við eigum að fjárfesta og þá ætla ég að leggja sérstaka áherslu á fjárfesta í því að fá til okkar ákveðna atvinnugera hér sem að við getum sótt fram í og það tel ég að eigi að vera í sjávarútvegi. Það er partur af okkar DNA. Það á að vera í heilsu og heilsutengdri ferðaþjónustu og þetta er ákveðin vinna sem að við höfum verið að fara yfir og verið kynnt hér bæjarfulltrúum en er ekki orðin niðurstaða bæjarstjórnar en við erum svona að vinna okkur í þá átt og svo tel ég að þessu gríðarlegt tækifæri í tækni og fái til okkar tæknifyrirtæki sem að geta vaxið og þá er ég ekki bara að tala gagnaver, ég er að tala fyrirtæki eins og til dæmis Skagan 3X sem er að dafna hér í bænum okkar. Við eigum að fjárfesta í því að styðja við þetta fyrirtæki. Þetta er ákveðin gullmóli sem við höfum hér og við eigum með öllum ráðum og dáð að finna leiðir til þess að svona gullmóli geti dafnað í bæjarfélagi eins og okkar. Við eigum líka að styðja við það að menntunin í skólanum okkar, það er að segja skólaumhverfið, geti stutt við það fyrirtæki eins og Skagan 3X eða álíka tækni nýsköpunarfyrirtæki geti dafnað til framtíðar og svona ef ég summeraði þetta upp í sjávarútveg, heilsu og tækni þá held ég að þetta þrennt farið saman ef við horfum á síðan bara fjórðu iðnbyltinguna og hvernig samfélagið er að fara í heild sinni þá held ég að þetta séu allir geirar sem er þessi virði að veðja á við munum þurfa á því að halda þegar að þjóðin eldist að heilsan sé góð og það verður alveg örugglega einn mest vaxandi geirinn og við þurfum að vera þar. Bæjarfulltrúi Valgarður L. Jónsson kom sömuleiðis inn á atriði sem að mér finnst vera svo gott að ég þarf eiginlega að endurtaka það að fjárfestingar geta skilað því að við náum hagræðingu í rekstri. Þetta er einstaklega góð setning og við eigum að hafa hann í huga núna þegar við erum að taka ákvarðanir. Hvar getum við fundið leiðir til þess að ná fram einmitt stærðarhagkvæmni í rekstri hjá okkur? Og það eru margir möguleikar í því að taka réttar ákvarðanir. Ég hef lokið máli mínu.
fyrir bæjarstjóri Sævar Freyr. Er fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi liði, fundaliði 2, 3 og 4? Svo er ekki og þá göngum við til afgreiðslu á fundalið 2 sem er ársreikningur Akraneskaupstaðar 2018 A-hluti. Þeir sem samþykkja að vísa reikningum A-hluta Akraneskaupstaðar til síðari umræðu í bæjarstjórn sem fer fram þá 17. apríl næstkomandi gjöru svo vel að gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Þá er það þriðji fundaliður sem er ársreikningur Akraneskaupstaðar 2018 B-hluti og þeir sem samþykkja að vísa ársreikningum B-hluta Akraneskaupstaðar til síðari umræðu í bæjarstjórn sem fer fram þá 17. apríl næstkomandi gjöru svo vel að gefa merki. Það er samþykkt 9-0 og þá er það fjórði fundaliður sem er ársreikningur Akraneskaupstaðar 2018 samstæða og þeir sem samþykkja að vísa samstæðureikningi A og B hluta Akraneskaupstaðar til síðari umræðu í bæjarstjórn sem fer fram þann 17. apríl næstkomandi gjöru svo vel að gefa merki. Og það er samþykkt 9-0 jafnframt. Og síðari umræða ársreikning Akraneskaupstaðar mun þó fara fram á bæjarstjórnarfundi sem fer fram 17. apríl, þetta í stað 23. apríl og verður klukkan 8 kvöldi, klukkan 20. Þá erum við komin að fundalið númer 5 og forseti ætlar einnig að kynna hérna fundalið númer 6 og taka þetta saman í einni umræðu ef að ekki berast mótmæli við því en hérna afgreiði málinu að sjálfsögðu hvort í sínu lagi. En fundaliður númer 5 hefur málsnúmerið 1809-059. Þetta er aðalskipulag Grenjar, breyting vegna Bakkatúns 30-32. Hér er að ræða breytingu á aðalskipulagi Grenja, hafnarsvæðis H3 vegna Bakkatúns 30-32 sem var auglýst samkvæmt 31. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Athugasemdafrestur var til 27. mars 2019. Engin breyting er gerð á almenni texta greinargerðar. Breytingin felst í nánari skilgreiningu á þeirri starfsemi sem heimil verður á hafnarsvæði H3. Núverandi skipulagsákvæði er eftirfarandi: uppbygging samkvæmt deiliskipulagi. En skipulagsákvæði verður eftir breytingu og tilvitnun hefst. Á svæðinu er gert ráð fyrir skipasmíði, skipaviðgerðum, hafsækinni, starfsemi, iðnaðarframleiðslu og þjónustu við sjávarútveg, fiskiðnað og annan matvæla'iðnað. Tilvitnun lýkur. Skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að aðalskipulagsbreytingi verði samþykkt samanber 32. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 og send skipulagsstofnun til staðfestingar. Fundalið nr. 6 hefur málsnúmerið 1809-055. Þetta er deiliskipulag Grenja, hafnarsvæðis H3 vegna Bakkatúns 30-32. En á fundi skipulags- og umhverfisráðs sem haldinn var þann 1. apríl síðastliðinn var fjallað breytingu á deiliskipulagi Grenja, hafnarsvæðis H3 vegna Bakkatúns 30-32 sem auglýst var samkvæmt 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Athugasemdafrestur var til 27. mars 2019 og breytingar felast í því að skilgreindur er nýr byggingarreitur fyrir viðbyggingu til suðvesturs frá núverandi byggingu við Bakkatún 30-32. Nýtingarhlutfall eykst úr 0,35 í 0,5. Þessu til viðbótar er svæði við Bakkatún 30 sem er skilgreint fyrir geymslugáma og brotmálma
fært til norðausturs að gafli núverandi byggingar. Skilgreiningu svæðisins breytt í að vera einnig svæði fyrir forðageymslu fyrir gas. Og engin athugasemd barst og skipulags- og umhverfisráð leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingin verið samþykkt, send skipulagsstofnun til yfirferðar og auglýsing gildistöku hennar birt í B-deild Stjórnartíðinda. Og orðið laust varðandi þessa 2 fundaliði og það bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á Hlíða með tilvísun til hæfnis regla okkar sem að koma fram í samþykktum stjórn og fundarsköp, þá tel ég mig ekki hæfan til þess að fjalla þetta mál, þannig að ég dreg mig í hlé meðan að þið ræðið á og það á bæði við lið þá 5 og 6. Takk fyrir og forseti óskar eftir því að það verið fært til bókar að bæjarfulltrúi Einar Brandsson víkur að fundi undir þessum 2 fundaliðum. En orðið enn laust varðandi fundaliði 5 og 6. Það bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég óska kannski bara eftir því að þessi verði aðeins fyllt úr hlaði af formanni skipulags- og umhverfisráðs. Það er að segja í rauninni í hvaða tilgangi eru þessar breytingar gerðar og hvaða fyrirsjáanlegu áhrif hafa þau á starfsemi þarna. Ég langar bara svona fyrir þá sem líka eru að hlusta að við svona fylgjum þessu aðeins úr hlaði. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Og orðið enn laust og það bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar og þeir sem á Hlíða, eins og kom fram hjá forseta að þá felst breytingin annars vegar í að vera að breyta notkun eða skráningu á reitnum og svo hins vegar sem náttúrulega aðalbreytingin að það stækkun á byggingunni 2500 fermetra sem kemur við suðvesturgaflinn sem þá við endan á stöðinni sjálfri og snýr þá að skipaliftu. Eins og kom fram þá komu engar athugasemdir við þessar breytingar. Ég held nú falli mjög vel inn í umhverfið þarna og eigi í raun og veru ekki að vera neinu til ama. Ég held að þetta séu breytingar sem við eigum að fagna eins og kom inn hérna hjá, eins og Sævar Freyr bæjarstjóri kom inn á að þá er þetta gríðarlega mikilvægt fyrirtæki í okkar samfélagi líkt og öll önnur fyrirtæki sem hér starfa og við eigum að reyna eins og við getum að greiða götu þeirra svo framarlega sem að við erum ekki að ganga á rétt annara. Ég bara mjög ánægður með þessa þróun mála og með þessa framkvæmdir sem eru að ráðast í og ég vona svo sannarlega að þetta fyrirtæki eigi eftir að stækka og dafna hér í bænum á næsta árum. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson og næsta mælendaskrá bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur Hlíða. Bara þannig að það sé tekin allur vafi af það, þá er ég líka fagna ég mjög starfsemi þessa fyrirtækis hér í bænum og snýst í rauninni fyrirspurnir ekki það, heldur meira um svona það ábendingu að mér finnst rétt að fylgja eins og hlaði
þeim málum sem við leggjum hérna fram. Við höfum kynnt okkur málsgögnin og svo framvegis, en það er gott fyrir aðra sem á hlýða að fá svona kannski aðeins útskýringu á hvaða breytingar eru til umræðu og hvers vegna. Þannig að ég þakka bara formanni skipulags- og umhverfisráðs Ragnari B. Sæmundsssyni bæjarfulltrúa fyrir að skýra þetta aðeins fyrir okkur. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls hér varðandi fundarliði 5 og 6? Svo er ekki og þá göngum við til afgreiðslu. Það er í fyrsta lagi fundarliður númer 5, málsnúmerið 18.09.059, aðalskipulag Grenjar, breyting vegna Bakkatúns 30-32. Þessi samþykkja breytingu á aðalskipulagi Grenja, hafnarsvæði H3 vegna Bakkatúns 30-32, samkvæmt 30. og 2. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 og að breytingin verði send skipulagsstofnun til staðfestingar. Gjörðu svo vel að gefa merki. Það er samþykkt 8-0 og þá er það fundarliður númer 6 með málsnúmerið 18.09.055, deiliskipulag Grenja, hafnarsvæði H3 vegna Bakkatúns 30-32. Þessi samþykkja breytingu á deiliskipulagi Grenja, hafnarsvæði H3 vegna Bakkatúns 30-32 samkvæmt 1. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 og að breytingin verði send skipulagsstofnun til yfirferðar og auglýsing gildistöku verði birt í B-deild stjórnartíðinda. Gjörðu svo vel að gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Átta 0. Þá óskar forseti eftir því að bæjarfulltrúi Einari Brandssyni verði boðið aftur til sætis. Þá erum við komin að 7. fundarlið sem hefur málsnúmerið 18.06.121, laun bæjarfulltrúa uppfært. En bæjarráð samþykkti á fundi sínu þann 27. mars síðastliðinn breytingar á reglum laun hjá Akraneskaupstað fyrir setu í ráðum, nefndum og starfshópum. Breytingin felur ekki í sér aukin fjárútlát miðað við samþykkta fjárhagsáætlun 2019 en er að ræða orðalagsbreytingar í reglunum og breytingar á fjárhæðum í samræmi við breytingar á launavísitölu samanber 2. málsgrein 1. greinar reglana. Og reglunum er hér með vísa til staðfestingar í bæjarstjórn Akraness. Orðið er laust. Það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla aðeins að tjá mig þetta. Ég tel að það sé verið að gera hér ákveðnar góðar bætur á þessum reglum. Í fyrri reglum að þá var eingöngu bæjarráð sem gat ákveðið það að bæjarfulltrúar eða ráðsfulltrúar eða þeir sem voru skipaðir í hópa að þeir fengi laun ef að þeir færu út fyrir bæjarfélagið í einhverjum erindum á vegum þessara hópa eða ráða. Mér finnst samt aðeins svona óljóst í þessu ennþá. Ég veit ekki hvað bæjarfulltrúar hafa tjáð sig en ég rætti þetta aðeins við framkvæmdastjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs og átt
svona umræður við hann þetta að mér finnst svolítið óskýrt í rauninni þegar að við förum og þeir sem eru í bæjarstjórn eða ráðum eða nefndum eða þeir fara einhverja erinda út fyrir bæjarfélagið að þá finnst mér eðlilegt að það sé greitt fyrir það að menn eru að fara í ferðir sem geta tekið heilan dag. Þeir fara þá í frí vinnu og annað. En það er þarna ennþá inni takmarkað við það þeir fari á einhverja nefndar fundi eða ráðstefnur. Starfshópar hafa farið í heimsóknir í önnur sveitarfélög til þess að kynna sér hvernig málum er háttað þegar verið er að skoða ákveðin mál og ég man eftir því að ráð hafa farið á fundi í önnur sveitarfélög ákveðin málefni og annað og svo fram eftir göttunum. En þetta er þó bæting að nú er klárt mál að hópar og ráð geti rauninni ráði því sjálf hvort að það hendi því starfi sem þeir eru að vinna að það sé farið á einhver vettvangsferð eða einhver heimsókn og þá fá menn kannski greitt fyrir það. Það er hægt að huga þessu bara við næstu breytingar hvort það er hægt að orða þetta eitthvað öðruvísi. Annað sem að ég hef svona tjáð mig hérna áður, það er við fáum hérna greitt náttúrulega fyrir okkar vinnu sem bæjarfulltrúar og svo í ráðum og formenn og annað og það er komið nokkuð gott form á það og það er upphæðir fylgja nú ákveðnum reglum þannig að það er hækka í samræmi við launavísitölu tvisvar á ári og þannig að við þurfum ekkert að messa yfir því sjálf hvort að við að fá meira eða minna í laun. Það sem ég þykir verra að það eru tvær upphæðir í þessum reglum sem að fylgja ekki neinum vísitölum og að minnstakosti önnur upphæðin hefur ekki tekið breytingum í 11 ár. Hún er svo sama hún var hér fyrir 11 árum. Þar á ég við hér greiðslu fyrir síma og tölvutengingar. Minni líka að svo upphæð sem er áætluð að við getum nýtt okkur til þess að fara og taka þátt í námskeiðum eða ráðstefnum hér innanlands eða erlendis að ég minnir að þessi tala sé svo sama og fyrir 11 árum líka. Þannig að ég ætla bara svona beðja það að menn hugi að því næst þegar þessu er breytt. Það er ekkert að því að samþykkja þetta eins og þetta er núna. Þetta er búið að vera svona í 11 ár og getur alveg verið svona 1 ár í viðbót. Að sé sett á einhver viðmið við þessa tölu svo að þær taki eðlilegum breytingum í samræmi við hækkanir á verðlagi. Það er sem sagt ekki gott að eftir ef okkur dyttir nú í huga að fara að leiðrétta þetta með þessi 11 ár og upphæðin yrði allt í einu kannski 20.000 kall í staðinn fyrir 10.000 að þá er hækkunin tölur mikil í eitt skipti en ef hún hefði hækkað kannski reglulega þá myndi engum svona bregða við því. Ég held að það sé betra fyrir okkur að hafa þetta þannig að þetta breytist í takt við einhverjar forsendur. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Eru fleiri sem að óska eftir að taka til máls varðandi þennan fundarið. Það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég vil bara koma hér upp og þakka bæjarfulltrúi Einari Brandsssyni fyrir að vera bara
duglegur við það að ræða þessa þætti, en við erum að leggja til þessar breytingar hér sem eru til bóta. Það er ábendingar sem hann kom með hvað varðar þá starfshópana, hvað varðar þá símakostnað eða ráðstefnur og námskeið innanlands eða erlendis eru bara þættir sem að við þurfum bara að skoða hvað frekar inn í bæjarráði og höfum verið að velta ákveðnum þáttum fyrir okkur, en á þessum tímapunkti þá er þetta breytingi sem við tökum núna skrefur rétt átt og svo sjáum við bara hvert það leiðir okkur. En takk kæri bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi þennan fundalið? Svo er ekki. Þessum reglum er vísað hér til staðfestingar í bæjarstjórn Akraness og þeir sem samþykkja reglurnar þannig framlaðar gjör svo vel að gefa merki. Það er samþykkt 9-0. Þá erum við komin að 8. fundalið sem tekin var inn hér með afbrigðum í upphafi fundar. Hefur málsnúmeri 1904-106 starfslok sóknaprests Akraneskirkju, en hér er gerð tillaga að í tilefni af starfslokum séra Eðvarðs Ingólfssonar sem sóknaprests á Akranesi að þá sendi bæjarstjórn honum kveðju með þökkum fyrir frábært starf í þágu Akurnesinga. Og orðsendingin frá bæjarstjórn til séra Eðvarðs hljómar svona: Kæri Eðvarð, í lok mars lést þú á störfum sem sóknarprestur á Akranesi og tekur við embætti sérþjónustu prests hjá embætti biskups Íslands. Á þessum tímamótum færir bæjarstjórn Akranes þér sérstakar þakkir fyrir þín störf í þágu Akurnesinga síðastliðin 22 ár. Með allri þinni framgöngu í starfið þínu sem sóknarprestur hefur þú verið mikilvægur hlekkur í því að skapa gott samfélag hér á Akranesi. Jafnframt óskum við þér og fjölskyldu þinni alls hins besta í framtíðinni í starfi og leik. Við treystum á að þú láti sjá þig reglulega hér á Skaga, enda ekki langt frá Hveragerði til Akranes. Og séra Eðvarði verður að sjálfsögðu send þessi orðsetning frá bæjarstjórn, og svona formsins vegna þá skulum við kannski rétt upp hönd ef við samþykjum það að Eddi fái bréfið. Takk fyrir. Annars einhver sem að vil taka til máls varðandi kveðjuna til sóknarprests? Svo er ekki. Þá erum við komin að 9. fundalið. Þetta er fundagerðir bæjarráðs á árinu 2019, málsnúmerið 1901-005, og hér erum að ræða fundagerðir bæjarráðs nr. 3370 frá 27. mars 2019 og 3371 frá 4. apríl 2019. Og orðið er laust þessa fundagerðir og það er bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Mér langaði bara hérna að koma aðeins. Þetta er viðamikil dagskrá sem var þarna á fundi bæjarráðs þann 27. mars síðastliðinn. Mörg mál, ég langar að fara hérna yfir örfá þeirra. Fyrsta lagi er það dagskrárliður 2 sem var Bjarg íbúðafélag, umsókn stofnframlag, mál sem við vísuðum inn í bæjarráð eftir bæjarstjórnarfund sem framfór þann 27. mars og héldum aukafund í bæjarstjórn 28. mars, minni mig dagsetninguna, já, forseti kinka kolli þegar hún var 28. mars. Hvað var það sem sagt, þetta kom hérna
beint inn í bæjarstjórnmál hvað varðaði veðsetningar heimild vegna Bjargs íbúðarfélags. Ég ætla nú ekki að fara djúpt ofan í þetta en bara örlítið að það kom allavega fram í þeim svörum sem við fengum að stofnframlagi væri ekki tryggt, kemur til gjaldþrot íbúðarfélags eins og Bjargs. En í ræðum okkar kannski á bæjarstjórnarfundi sem við afgreiddum þetta mál þarna töluðum mikið þá góðu svona hugsjón og þá góðu hugmynd sem ríkir að baki verkefni sem þessu. Og að við ræddum meðal annars í rauninni markaðsvirði eigna sem þessara, þróun fasteignaverðs á undanförnum árum. Við ræddum meðal annars þá ríku eftirlitsskyldu sem á félögum sem þessum, að sveitarfélög sem veiti stofnframlag geti átt aðkoma fulltrúaráði eða stjórnum félagana og ýmsa þætti eins og til dæmis það að setja eftirlitsaðila sem Íbúðalánasjóður getur skipað inn til félagsins og ef að ástæða þykir þá hægt að slíta félaginu ef að ástæða þykir til að tryggja það fjármagn sem var sett inn í félagið. En þetta fór nú þannig hér í bæjarstjórn að þetta var samþykkt, húsin sem voru þá á leiðinni eru komin mörg hver allavega, ég hef ekki alveg hugmyndi hvort þau séu öll komin að landi en allavega, Já, það allavega hluti þeirra komin að landi og hluti þeirra að verða að blokkum hérna upp í Aspaskógum og gaman að sjá í rauninni hvað hlutinni gerast hratt þó maður hefði gjarnan viljað að verktakar hér á Akranesi hefði haft meiri aðkomi að þessu en raun ber vitni. En það var virkilega gaman að ég fór hérna Akranesi í gær með félagsmálaráðherra og þar hittum við meðal annars einstaklingar sem hefði verið að fá úthlutað íbúð í þessu húsnæði og sem talar það að fara að íbúðarleigan fari niður á milli 40 til 50.000 á mánuði sem að mun auka lífsgæði fólks gríðarlega sem á lágum tekjum og lækkar og fær þessa lækkun á leiguverði. Þannig ég óska þeim bara til hamingju sem að njóta þess. Dagskrárliður númer 3, þar var það að eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga hafði sent erindi til kaupstaðarins og á fundin okkar kom Þorgeir Hafsteinn Jónsson fjármálastjóri og með tillögu að svari við þessu erindi eftirlitsnefndarinnar sem sneri að því að það var athugasemd að fjárfestingar framkvæmdir aðra skuldbindingar væri umfram að einstaka fjárfesting framkvæmd eða önnur skuldbindingar væri umfram 20% áætlun skatttekna sveitarfélagsins en það ekki staðan hjá okkur, það engin einstaka fjárfesting framkvæmd eða önnur skuldbinding sem umfram 20% en heildarfjárfestingin 22,9%. Við erum með stóra framkvæmdir eins og frístundamiðstöð, Fimleikahús, Dalbrautarreit. Þannig að við svöruðum því að það allt innan eðlilegra marka hjá okkur hér í Akraneskaupstað. Dagskrárliður númer 4 fjallaði framlag ríkisins til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga en þetta erindi sambandsins að þar sem í rauninni sambandi hafði bókað við þessum ákvörðunum ríkisstjórnarinnar að frista framlag ríkisins. Bæjarráð ákvað að lýsa yfir áhyggjum vegna þessara áforma skerðinga á framlögum ríkisins til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga fyrir árin 2020 til 2024 sem verið 3,3 milljarðar króna á næstu 2 árum og Bæjarráð vildi bara í rauninni hvetja ríki og sambandið til þess að eiga í faglegu samtali og samstarfi tekjuskiptingu ríkis og sveitarfélaga í þeim áætlunum sem við höfum fengið að séð má gera ráð fyrir að þetta séu 86,9 milljónir króna sem við erum að fá minna vegna þessara fristinga árin 2020 til 2021 en við viljum hvetja til þessa samtal og samstarf eigi sér stað. Þarna undir eru mjög mikilvægir stórir málaflokkar sem snúa velferðarmálum, skóla og félagsþjónustu. Þannig að skiptir bæjarfélagi miklu og það marga einstaklinga. Dagskrárliður 6 höfði dagdvöl og ég man ekki hvort ég var búin að láta vita því hér í ræðustól eða það að
stjórnarformaður Höfða og sem ég og framkvæmdastjóri Höfða áttum bókaðan fund hjá ráðherra, heilbrigðisráðherra þann miðvikudaginn fyrir í síðustu viku en því miður var það fresta fundinu vegna veikinda ráðherra þar sem við ætluðum að fara veikindum heilbrigðisráðherra þar sem við ætluðum að fara og ræða við vorum loksins búin að fá fund til að ræða þá brýnu þörfu að við fáum að fjölga hjúkrunarrýmum á Höfða. Þau biðrými sem við erum með eiga renna út í lok september og við þurfum að fara að fá svör það hvort við fáum þá allavega framlengingu á þessum biðrýmum eða hvort að við fáum þau sem varanleg og það krafa sem við gerum. En þetta erindi frá heilbrigðisráðherra sneri að því að við vorum að fá 5 dagdvalarrými til okkar sem sagt á Höfða og þessi 5 dvalarrými þau koma til vegna þess að það eru önnur sem sagt dvalar- og hjúkrunarheimili í heilbrigðisumdæminu sem ekki að nýta sér þessa heimild og þess vegna var hægt að veita okkur hana. Við báðum einnig að það eru 10 af dagdvalarrýmunum á Höfða breytt í rými fyrir einstaklinga sem eru með heilabilun. Við fengum það ekki samþykkt og ráðherra ber fyrir sig að það ekki búið að semja, það ekki samningar enn lausir milli aðila en mikill óvissu þáttur uppi. En nýr fundur með ráðherra hefur verið bókaður 8. maí og við förum bara með það minnisblað og það upplýsingar sem við höfum núna. Nú eru 37 manns á biðlista inni á Höfða í hjúkrunar- og dvalarrými og það hefur verið mikil aukning hér á þessu svæði og ég man ekki alveg hvort ég var búin að reifa það hér líka í ræðustól að Akranes og Borgarnes þau skera sér talsvert út hvað varðar aðra staði í heilbrigðisumdæminu og á þessu svæðum eru 65% íbúafjölda heilbrigðisumdæmisins á meðan þessi svæði hafa 50% rýma þannig að þarna skekkja og þetta verður rætt við ráðherra. Þessu verður auðvitað verið komið á framfæri við félagsmálaráðherra og forsætisráðherra sem heimsóttu okkur hérna fyrir stuttu síðan og einnig þingflokk Vinstri grænna sem heimsóttu okkur hér fyrir helgi. Dagskrárliður 7 Faxabraut 3 leigði sala á húsnæði. Þetta var erindi frá skipulags- og umhverfisráði sem lagði það til við bæjarráð að eignarrými kaupstaðarins að Faxabraut 3 verið sett á söluskrá og bæjarráð samþykkti það. Og í rauninni þetta gert samkvæmt reglum Akraneskaupstaðar sölu eigna í eigu Akraneskaupstaðar og stofnana hans og bæjarstjóra var falið að fylgja málinu eftir og fagna þessu verulega því við höfum oft talað það að við þurfum að skoða það eignasafn sem að bærin með og nú þegar veit ég það að það verið að skoða meðal annars að íbúðasafn sem við eigum með það fyrir augum að skipta eldri eignum út fyrir viðhaldsfrýri eignir. Dagskrárliður 8 Sementsreitur uppbygging og það að sama, þetta var erindi frá skipulags- og umhverfisráði sem lagði til við bæjarráð að samið væri við Norðvork að fjarlæga veggi og svo vinna bara í fullum gangi þessa dagana og þetta væri viðbótarverk við niðurrif á Sementsreit rúmar 40 milljónir króna. En á þessum fundi sínum líka beindi bæjarráð því til skipulags- og umhverfisráðs að undirbúa jafnframt niðurrif á Suðurgötu 108 svo við getum farið að stíga næstu skref í því að skipuleggja og halda áfram þessari framfara skrefum sem eiga sér stað á Sementsreit og bæjarráð vísaði ákvörðun til staðfestingar hér í bæjarstjórn Akranes. Mér langar líka aðeins dagskrárlið 11, það fyrir að styttast í þessu hjá mér að spurningasvörun fyrir vefsíðu sveitafélaga rannsókn og stendur hérna ekki frumgerð, að mér setja bara ótrúlega flott og spennandi verkefni. Þetta svona, við höfum bæjarstjóra Sævari Frey Þráinsinni og okkur hér í bæjarstjórn oft tíðrætt þær tækniframfarir sem við erum farin af stað inn í sem 4. iðnbyltingin og það hversu mikið framsýni í gangi hér
í þeim mannið hér hjá Akraneskaupstað og bæjarstjóra og bæjarfulltrúum að það bara frábært að þessu hugmynd sem að þetta felur í sér, að það sé sjálfvirkt svarbóks hér á vefsíðu Akraneskaupstaðar og þar á bakvið sé gagnagrunnur að fólk geti slegið inn spurningar og fengið sjálfvirkt svar á móti. Þannig að þetta myndi ég telja alveg mjög flott skref inn í meðfram eða inn í fjórðu iðnbyltingun eða hvað maður segir. Síðan það langaði mig aðeins að fara hérna í dagskrárlið númer 18 með grundaskóli, færanleg skólastofa og þetta liður það að frá skóla- og frístundaráði frá fundi þeirra 19. mars og en þar var lagt fram minnisblað varðandi færanlega kennslustofur við grundaskóla og ráðið hafði lagði það til við bæjaráð að byggðirðin í kennslustofa við grundaskóla og þetta fyrir við upphaf skólaársins 2019 og að elsta kennslustofan tekin umferð en haldið í salernin og aðstöðu fyrir restingu og sá hluti húsnæðisins lagfærður og bæjaráð samþykkti breytingu á fjárfestingu og framkvæmdaáætlun vegna þessa og breytingi felur í sér hækkun á eignfærðum framkvæmdum að fjárhæð 30 milljónir króna sem verður mætt með lækkun og handbæru fé og bæjaráð felur fjármálasviði að útbúa viðauka vegna þessa og því verður vísa hér til ákvörðunar í staðfestingar í bæjarstjórn Akranes en hér þetta bara að sjá eina birtingarmynd þess að sérstaklega annar skóli en okkar grundaskóli að þar orðið þröngt mannin við önnur staður upp í Brekkubæjarskóla sem hefur verið hægt að vinna að breytingum innanhús skipulagi sem að felur í sér aukning á kennslurými og frábærum framförum á upplýsinga sviði, bókasafni og starfsmannarými en ég tel bara við þurfum að vinna bara áfram að þeim framtíðarlausnum og þeim hugmyndum sem að býð okkar í grunnskólamálum og þetta einn af þeim mikilvægu þáttum sem við þurfum að líta til í hvað varðar innvið uppbyggingu, einhverjar lausnir til þess að geta tekið upp á móti frábærum útsvarsgreiðendum og haldið bara áfram í sókn. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Forseti ætlar aðeins að fá að tala úr sæti, bæta hérna örlitlu við, þar sem að ég ætla ekkert að stríða neinum eða vera með neina pólitíska rekki, þá leyfi ég mér að tala bara þessu úr sæti. Mér langar til að minnast hérna á liði númer 14 á þessum fundi sem að var áskorun ungmennaráðs Akraness umhverfis- og loftslagsmálefni og þarna fór bæjaráð yfir þessa áskorun ungmennaráðs Akraness til bæjarstjórnar til forystu umhverfis- og loftslagsmálefni. Bæjaráð þakkaði fyrir erindið og fagnar áskoruninni sem í því felst og hvetur jafnframt ungmennaráð Akraness til að vinna áfram að vitundavakningu ungs fólks loftslagsmál og bæjaráð vísaði erindinu til umfjöllunar í skipulags- og umhverfisráði og ég veit að bæjarfulltrúar hafa fengið þetta erindi frá ungmennaráðinu en ég ætla að fá að lesa það hér upp og það hljómar svona. 15. mars 2019 Bæjarstjórn Akraness. Í dag, föstudaginn 15. mars, hefst loftslagsverkfall á Akranesi, innblásið af henni 16 ára sænsku Gretu Thunberg. Akranes fer þá í hóp yfir 1600 staða í 105 löndum, þar sem nemendur og aðrir hafa mótmælt slæmum vinnubrögðum stjórnvalda allan heim varðandi loftslagsmál. Nú verið að vinna í umhverfisstefnu Akraneskaupstaðar og biðlum við því til ykkar ráða strax í aðgerðir og setja Akraneskaupstað í forystu sveitarfélaga á Íslandi í umhverfis- og loftslagsmálefnum.
Fylgja þarf eftir niðurstöðum samráðshóps aðgerðaráætlun í plastmálefnum sem skilaði tillögum til umhverfis- og auðlindaráðherra í lok síðasta árs. Auka þarf vitund fólks í bænum ofnotkun á einnota plastvörum og skaðsemi þeirra fyrir umhverfið, draga úr notkun einnota plasts, draga úr losun örplasts í hafið með bættri hreinsun skólps og hvetja til göngu og hjólreiða bæinn til að minnka útblástur. Okkar framtíð í hættu, það engin pláneta B, það löngu komin tími á aðgerðir, við höfum ekki tíma til að bíða, breytingar strax. Með vonum breytingar, Ungmennaráð Akranes. Þetta skýrt og skorinort, mikil áskorun sem í þessu felst og hér auðvitað að ræða bara stærstu áskorun nútímans, punktur, sem leyndist þarna í lið 14 í þessari fundagerð og eins og áður sagði að þá, eins og segir í áskorunni, þá auðvitað verið að vinna í umhverfisstefnu Akranes, kaupstaðar og afgreiðsla bæjarráðs var sem sagt að vísa erindinu til umfjöllanir í skipulags- og umhverfisráði þar sem einmitt sú vinna stödd. Þannig að já, mér fannst rétt að koma þessu svolítið skýrt og skilmerkilega á framfæri og vil bara þakka sérstaklega Ungmennaráði Akranes fyrir þessa orðsetningu og fyrir þessa áskorun á okkur. En orðið laust fundagerð bæjarráðs og það bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og þeir sem á hlýða. Mér langaði bara svona fyrir forvitni sakir, reyndar bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir ekki hér í dag, hún getur því ekki svara fyrir þetta sjálf, en það í lið 2 undir þessari fundagerð Bjarg, þá situr hún hjá við afgreiðslu málsins og mér þykir forvitnilegt að heyra af hverju hún kaus að gera það. Svo vil ég einnig nefna lið 6, Höfða dagdvöl og fagna því að við erum að fá 5 dagdvalarrými til viðbótar á Höfða og það eru 7 einstaklingar sem munu nýta þessi 5 rými hjá okkur. En það eru ennþá nokkrir á biðlista og því bara brýnt að halda samræðum áfram við ráðherra þessi málefni Höfða, ekki nokkuð spurning. Þannig ég ætla allan að láta þetta duga. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir og næstur á mælendaskrá bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Var ekki alveg viss hvort þú væri að rétta upp hendina eða bara Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem enn á okkur hlýða. Aðeins forvitni bara hérna hjá mér. Það 8. liðurinn, ég veit ekki hvort að þetta heyrir undir bæjarráðið en ég hef svo haft verið komið aðeins að máli við mig varðandi Suðurgötu 108. Í því húsi eru 2 samtök sem eiga þar athvarf og mér leikur hugur á að vita hvort að það hafi verið gerðar einhverjar ráðstafanir að útvega þá þessum aðilum annað húsnæði eða ætlum við að reka þau út á guð og gaddinn eins og sagt Ef einhver getur komið inn á það hvort það einhverjar hugmyndir þarna í gangi, þá ágætt að fá að heyra það þannig að ég geti komið það boðskapnum eitthvað áfram. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Næsta mælendaskrá bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel.
forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. Bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir spyr afstöðu bæjarfulltrúa Rakelar Óskarsdóttur í hennar fjarveru. Það getur náttúrulega auðvitað bara enginn svara fyrir hana nema hún sjálf, þannig að það sé sagt. En eins og umræðan bar með sér að þá var þetta erfitt mál og ég hef alveg ágætan skilning á þessari afstöðu, þannig að það sé sagt. Varðandi lið númer 14 áskorun ungmennaráðs, þá tek ég heilshugar undir orð forseta mikilvægi þessa málaflokks og sem kemur fram í áskorun ungmennana, og ég held að þessi bara, við getum verið stolt af því að hafa svona áræðin ungmenni í bænum, og ég vona að það væri gaman að fá kannski uppfærslu á því líka hvar umhverfisstefnan er stödd og hvenær við teljum að bæjarfulltrúi Ragnars Sæmundsson dæsir. En bara þetta er bara jákvætt aðhald, þannig að það sé sagt, halda mönnum á tánum, bara hvernig okkur gengur að miða málum áfram. Tíminn líður, það er þannig. Síðan varðandi lið númer 17, þá fagna ég því að við séum að styrkja tónlistarskólann. Ég held að það sé mjög þarft, ýta undir svona lista- og menningarlífi í bænum. Og varðandi 18. lið, færanlega skólastofu, þá ætla ég svona aðeins að þá held ég að það sé mjög þarft og gott mál að finna bráðabirgðalausn á húsnæðisvanda grundaskóla fyrir næsta vetur, en jafnframt þurfum við þá að halda áfram að vinna í varanlegum lausnum, en svona út frá þessu þá langar mig aðeins, að því að ég gleymdi því í umræðan ársreikninga bæjarins, að ræða aldurssamsetninguna sem kemur fram í ársreikningnum og hvernig hún er að þróast. Og það vekur áhuga minn að í rauninni 0 til 18 ára hópurinn er að vaxa 0,4% milli ára, 19 til 66 ára 2,8% og 67 ára eldri 6,6%. Þannig að með þetta þá svona er bæjarfélagið að meðaltali að eldast, og svona sem innlegginn í umræðina tekjur bæjarins, að þá getur þetta líka verið ákveðin skýring á því. En þetta var nú svona svona hjálið í málunum. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Og orðið er enn laust varðandi fundargerð bæjarráðs. Það er bæjarstjórinn Sævar Freyr, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég langaði að byrja á aðeins undir já, nú er ég ekki með númerin, ég gleymdi að taka það með mér, það er Grammatek málið sem ég er að vísa í, það er númer 11, já, á dagskrá, þeirra fundargerðar. Ég langaði bara að segja ykkur örlítið meira frá þessu. Það var talað um 4. iðnbyltingu þannig rétt áðan, en verkefni snýst semst það að ríkisstjórnin er að setja 2,5 milljarð, hvorki meira en að minna, en í að vernda íslenska tungu með því að fjárfesta í tækni, þannig að hægt sé að tala við, eða nota íslenska tungu til þess að tala við tækið í framtíðinni með sambarlegum hætti og kannski fólk tengir við Hulu og svona álíka
tæki þar sem að hægt að eiga samskipti með töluðu máli. Þetta bara undir í rauninni íslenska og ríkisstjórnin að fara að fjárfesta núna 1,8 milljarði í rauninni grunn stóðum til þess að þetta geti orðið að veruleika. Svo ríkisstjórnin sömuleiðis að veita afgangnum í að styðja við ýmiss konar verkefni, það sem að frumkvöðlar sem ætla sér einhverja stöðu á þessu sviði geta farið í verkefni þannig að tilverði raunhæf verkefni þar sem að þessar lausnir eru notaðar af fólki út í hinu daglega lífi. Og við erum að fara þarna á stað með að styðja við einn frumkvöðul sem að býr hér á Akranesi og við ætlum að ljóstra upp í frétt hér væntanlega á morgun hver sem á bakvið þetta Grammatech verkefni og hún hefur hlotið styrk frá ríkisstjórninu úr þessu verkefni til þess að fara í það að búa til lausnir sem munu þá nýtast á vefsíðu okkar með nýjum hætti. Það í raun meira en svarbox. Það verður mjög spennandi hvað við verðum framæla í því að fólk geti í rauninni átt samskipti á þann hátt við vefsíðun okkar og ná þannig munum við komast hraðar í gögn sem er hægt að birta á vefsíðu Akraneskaupstaðar. Verkefnið hefur ákveðna óvissu þætti yfir sér, þannig að ég ætla ekki að lofa nákvæmlega útkomuna í því, en kaupstaðurinn mun fá 1,2 milljónir af þessum styrk sem þá nýtist í vinnuframlag meðal annars bæjarstjóra og starfsmanna í þjónustu deild og þjónustu veri sem við ætlum að styðja við þennan frumkvöðul í að komast lengra og þetta hefur verið mér hjartans mál bæjarstjóranum í yfir 15 ár að tungutækni verði að veruleika, sumir nota orðið máltækni yfir þetta. Þannig að ég alveg gríðarlega stoltur af því að þetta sé að við séum með í þessu. Já, svo langaði mig að ég fekk eiginlega leyfi hjá bæjarfulltrúa Ólafi Adolfssyni til þess að því ég var á fundinum það sem að bæjarfulltrúi Rakel Óskarsdóttir satt hjá undir þessum dagskrárlið og ég held að ég sé að fara með bara nokkuð nákvæmt mál. Ástæðan fyrir hún satt hjá að við starfsmenn kaupstaðarins voru með óskir að afla ákveðna gagna og þau gögn lágu ekki endalega öll fyrir á þessum fundi sem að við náðum síðan að útvega og var farið yfir á fundum með bæjarstjórn fyrir bæjarstjórnarfund sem var ef ég man rétt degi síðar og þannig skýrðist máli töluvert betur. Ég vil lokið máli mínu. Þakka bæjarstjórnum Sævari Frey fyrir. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel. Ágætu bæjarfulltrúar, forseti ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Mér langaði að koma hér aðeins upp vegna dagskrárliðar númer 8. Nú gleymdi ég að skrá það hjá mér hvaða ágæti bæjarfulltrúi. Það var bæjarfulltrúi Einar Brandsson sem að spurði Suðurgötu 108. Ég get upplýst að það er búið að ræða við þá aðila sem í þeim samtökum sem hafa aðstöðu í þessu húsi. Orðað bara þannig að málið í farvegi, það ekki búið að finna nýja aðstöðu en það verið að vinna að þessu máli. Þannig ég get því miður ekki, það ekki komin lausn í þessu. Hvað varðar dagskrárlið númer 14? Ég hef bara óvart hoppað yfir hann áðan að mér langaði bara að þakka þessum frábæru ungmennum fyrir þá hugsjón, þær áskoranir og það sem þau höfðu fram að færa
og þakka þeim fyrir erindið og ég veit að það mikil vinna og það verið að vinna að þeim tillögum hvað varðar umhverfisstefnu inn í skipulags- og umhverfisráði bæjarins. Þannig að ég held að það spili bara vel í takt þessi áskorun frá ungmennaráðinu og sú vinna sem þar í gangi. Síðan hvað varðar þær tölur sem að bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir kom með hvað varðar í rauninni hvernig aldursbilið í rauninni hvernig þróun í aldursbili hér hjá okkur hvað varðar 0,4% 0 til 18 ára og 2,8% 19 til 66 ára og 67 ára eldri að þá langar mig bara að upplýsa það hér að félagsmálaráðherra fundaði með okkur bæjarstjóra í gær og var hér að fara víða bæinn og var meðal annars líka með fund hjá okkur í hjá Framsókn og Frjálsum þar sem hann var að upplýsa efni meðal annars lífskjarasamningana og þar var hann að segja frá meðal annars nýrri hugmynd að húsnæðismálum hvað varðar millitekjuhóp og leiguhúsnæði fyrir svona millitekjuhóp þetta úrræði mun heita Blær en ekki Bjarg og það ein af þeim forsendum að það komi lagafrumvarp Blæ þá inn á Alþingi næsta vetur þetta eitthvað sem við í bæjarstjórn getum rætt við getum rætt af því sem við höfum verið að læra af öðrum verkefni sem farið hefur verið í hvort þetta verkefni verði nákvæmlega eins útsett ekki hægt að svara svo stöddu líklega einhver breytt hugmynd hvað varðar stofnframlög og annað slíkt en ég tel allavega að gæti verið kjörið tækifæri fyrir okkur að skoða þessar hugmyndir þegar þær fara að verða til innan ríkisstjórnarinnar og skoða stöðu okkar hér og gæti orðið tækifæri til þess við næðum inn svona yngri aldurshópum sem í meðaltekjum og jafnvel í möguleikum í að vaxa í tekjum til framtíðar. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Árnadóttir. Þeirri sem óska eftir að taka til máls. Það bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Takk fyrir bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir kom og spurði hérna hver staðan væri á umhverfisstefnu. Ég get upplýst það að okkar starfsmenn á skipulagsumhverfissviði að vinna í einu fullu en hins vegar hefur það kannski tafið það að sá sérfræðingur sem við leituðum til og að vinna í þessu með okkur hefur bara því miður ekki geta einsett sér eða geta farið í þetta að fullu þar sem hann í mörgum öðrum verkefnum en ég hef fundað með umhverfisstjóra og það verið að vinna í þessu og hann að þrýsta á að það verði settu meiri þungi þeim megin í þetta verkefni. Þegar ég komin upp þá langar mér líka að nefna lið númer 7 sem segast Faxaflóð 3 leiga og salahúsnæði svona bara í framhaldi af að áður komið fram hérna á fundum hjá okkur umræðan einmitt sölu fasteigna. Þarna erum við búin að setja bæjarráð samþykkti til að skipulagsumhverfisráð vísaði til bæjarráðs að selja okkar hluti í Faxaflóð 3. Við erum líka með 3 aðrar eignir sem við erum að skoða og erum hugsanlega að fara að selja en þar erum við líka að skoða í raun og veru það sem Einar Brandsson kom inn á hérna áðan að bæjarfulltrúi Einar Brandsson það eru aðilar í að nýta þær byggingar og við þurfum að gera vissar ráðstafanir þar áður en við getum selt eins erum við líka að skoða verið að taka saman raun og eignasafnið okkar, svona íbúðasafnið okkar með það að sjónarmiði að raun og reyna að selja kannski eitthvað af þeim eldri eignum sem við eigum og kaupa sem eru eldri eignir sem eru komnar mikið viðhald og kaupa nýrri eignir raun og til að draga úr viðhaldskostnaði. Takk fyrir.
Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Fleiri sem óska eftir að, já, næsta mælendaskrá var bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti, bæjarfulltrúar og þeir sem á hlýða. Ég vil byrja á að þakka bæjarstjóra Sævari Frey Þráinsinum fyrir að svara hérna og upplýsa afstöðu bæjarfulltrúar Rakelar Óskarsdóttur hjásetu sína undir bjargsmálinu og ég skil vel að ef gögn vantar og þá vilji fólk biðja mig að taka afstöðu, ég allan ekki upplýsa hana. Mér langar bara svona rétt að bregðast við þessari umræðu hérna sem bara aldurssamsetninguna í samfélaginu og því að við erum okkur að fjölga og þessi aldurspíramídi að skekkjast eða þess að hann allavega að snúast frá því sem var þegar við vorum ægilega dugleg að eiga börn og í það núna sem samkvæmt Ólöfu Garðarsdóttur sem var núna í útvarpinu á dögunum, hún prófessor í fólksfjöldafræðum, að þá erum við þessi síðustu 3 árin eru Íslendingar bara með 1,7 barn per fjölskyldu og það dugar okkur ekki til þess að bara viðhalda mannfjölda. Þó að bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson hafi nú á dögunum og til hamingju með barnið lagt sitt að mörkum en þá kannski dugar það ekki til og eins og það samkvæmt Gylfa Magnússyni sem prófessor í hagfræði þá skakkur aldurspíramídi ekki vænlegur til góðs lífs okkar þegar líður fram á öldina því að við þurfum að vera nógu mörg til þess að framfleyta eldri borgurunum okkar. Það sem ég myndi þá bara í þessu tilliti þá bara datt mér í hug hvort að við getum mögulega lagt meira mörkum. Ég veit að ég get svo sem ekki gert meiri en mín 4 stykki en það kannski ágætt en eigum við ekki bara að taka upp ástarvíkuna frá Bolungarvík, það var ekki á Bolungarvík og bara, þeir sem flytja í bæinn, þeir sjá eitthvað hag í því að koma og búa og búa til fleiri börn. Það líka fullt af vænlegum mannkostum hér, það ágætt að koma eitthvað, takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir Bæjarráðs. Svo ekki og þar með eru fundargerðir Bæjarráðs númer 3370 og 3371 hér með lagða fram til kynningar. Þá komið að 10. mál á dagskrá, málsnúmerið 19.01.006. Þetta eru fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs á árinu 2019 og í fundargögnum og á dagskrá voru tilgreindar 2 fundargerðir en það ekki rétt vegna þess að 102. fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs var lögð fyrir á síðasta fundi bæjarstjórnar 27. mars síðastliðinn. Þannig að hér það þá 103. fundargerð eingöngu sem lögð fram og svo fundargerð frá 3. apríl síðastliðnum. Og orðið þá laust 103. fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs og það bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og þessi menn á hlýða. Ég ætla rétt að koma upp og byrja á því að bjóða Önnu Þóru Þorgilsdóttur velkomna til starfa í ráðinu. Hún búin að sitja sinn fyrsta fund og gerði það undir þessi fundargerð á við og þakka Elsu Láru Arnardóttur bæjarfulltrúa fyrir hennar störf í ráðinu hingað til. Öðru leyti var búið að nefna dagdvölina sem 3. liður og ég ætla bara enn að þakka þá undir öðrum lið starfshópnum uppbyggingu á Dalbraut fyrir að skila af sér lokaskýrslu og bara ekki frekar þessa fundargerð. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi 103. fundargerð 103. fundar velferðar- og mannréttindaráðs. Það bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég kem nú bara hér upp til að þakka fyrir góðar kveðjur og óska nefndar ráðsmönnum í velferðar- og mannréttindaráði og embættismönnum góðs gengis í þeim spennandi verkefni sem framundan eru. Ég kem líka hér að afsaka því ég var búin að lofa því að koma með köku inn á þennan fund og ég segi það hér úr ræðustól bæjarstjórnar að það verður. Ég mundi eftir því að komin inn á stjórnarfund á Höfða og þá var orðið of seint að bregðast við því sem ég hafði lofað ykkur, þannig að það verður bætt úr þessu. Takk fyrir bæjarfulltrúi Elsa Lára Arnardóttir. Fleiri sem að vilja ræða þessa fundagerð velferðar- og mannréttindaráðs? Svo ekki og þar með 103. fundagerð velferðar- og mannréttindaráðs lögð fram til kynningar. Þá erum við komin að 11. fundalið. Við málsnúmeri 19.01.007. Þetta eru fundagerði skóla- og frístundaráðs á árinu 2019 og hér erum við að ræða 103. fundagerð skóla- og frístundaráðs frá 5. apríl síðastliðnum. Og orðið er laust þessa fundagerð. Það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Mig langar aðeins að ræða hér lið 1. Það er ekki hægt að segja það mig að ég sé talsmaður þess að fjölga starfsstofum í leikskólum. Ég hef talað á móti því þar sem að ég hef komið inn á þá umræðu og satt í fjölskyldu ráði hér fyrir margt löngu þar sem að var þar áheyrnarfulltrúi og þá kom þetta til tals þar en merkilegt nokk mér tókst að telja öllum 3 atkvæðunum á það að vera á móti þeirri hugmynd á þeim tíma. Það er ótrúlegt að við eigum góða og fína leikskóla. Við erum með hæft og gott starfsfólk. Við erum yfirleitt heyri maður að fólk er mjög ánægt með leikskólan okkar. Eina sem að ég heyri neikvætt þá, það eru þessi blessaðir starfsdagar eða skipulagsdagar. Þegar þeir eru þá þarf að bregðast við og foreldrar þurfa þá að koma börnum í önnur úrræði. Sumir eiga ágætis bakland á staðnum, aðrir ekki. Sumir hafa möguleika á að koma með börnin í vinnuna. Það segir mér oft þar sem ég sé til. Þá eru starfsmenn kannski ekki alveg á fullum afköstum þann daginn og kannski ekki mikil ánægja kannski hjá atvinnurekendum að börnin sé að koma með foreldrunum og svo er það sem að foreldrar þurfa hreinlega að taka sér frí. Yfirleitt þá bara sumarfrísdag eða eitthvað sem er eyða í þetta. Og það sem ég finnst skrítið að við höfum verið að ræða það hvernig við getum aukið þjónustu í leikskólunum, meðal annars með því að taka inn yngri börn, að á sama tíma erum við að grípa til aðgerða til þess að skerða þjónustuna. Og ef að það er hér atriði í að, eins og segir í bókunni hjá skóla- og frístundaráði, að þetta sé til þess að bæta starfsumhverfi í leikskólum á Akranesi. Ef að það að bæta starfsumhverfi felur í sér þá
á sama tíma að skerða þjónustuna, þá erum við vil ég meina svolítið í andstöðu við sjálf okkur. Við ræddum hér áðan að laða að okkur fólk og við höfum talað lífsgæði og fleira hér. Mér finnst þetta ekki liður í því. Mér finnst við vera í rauninni að skerða þá aðstöðu sem að barnaforeldrar hafa hér og þá er það ákveðin mínus þegar fólk hugar að því hvort það ætlar að flytja hér eða ekki. Mér finnst það eiginlega dapurlegt að það skuli felast í því að, eins og ég sagði hér áðan, að bæta starfsumhverfið, að þá skerðum við þjónustuna. Þannig að ég ætla og væri ekki sjálfur með samkvæmur ef að ég berist ekki fyrir því að þetta yrði leiðrétt, að ég ætla að skora á skóla- og frístundaráð að endurskoða þessa ákvörðun hið fyrsta og senda í rauninni rétt skilaboð á þá einstaklinga sem hafa þá hug á að flytja til okkar. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Fleiri sem óska eftir að ræða þessa fundargerð, það er bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. Bara, þetta er nákvæmlega það sem Einar ræddum, sem við ræddum alveg líka. En við stöndum alltaf frammi fyrir því að þegar við vorum að skoða önnur sveitafélög, þá erum við höfum verið með 4 starfsdaga, en önnur sveitafélög sem við erum með okkur við, það verið með 5 til 6. Og þetta er alltaf erfitt og ég er sjálf foreldri leikskólabarns, þannig að ég skil alveg þessar pælingar. En við erum að reyna að bæta bættu starfsumhverfi leikskólanna. Við ræddum líka bara hvaða leiðir við gætum farið til þess að foreldrar myndu ekki lendi í erfiðri stöðu. Og meðal annars mæltust við til að skipulagsstaðir í leik- og grunnskólum verði margir sameiginlegir og kostur er. En já, þetta er bara þetta er alltaf bara erfitt. Og maður skilur vel að leikskólarnir vilja hafa tíma til að sinna skipulagsstarfi sín á milli, en eins og Haraldur, formaður leikskólakennarafélagsins, sagði fundi sem kom til okkar daginn, þá er þetta eitt af því sem er verið að skoða. Á hvaða hátt er hægt að bara gefa leikskólakennurum og leikskólanum tækifæri til þess að stunda endurmenntun og til að gera hluti en ekki loka leikskólum að meðan. Þannig að þetta er bara eitthvað sem er verið að skoða. Og svo er þetta náttúrulega líka alltaf bara svolítið spurning það að þetta er bara í gangi í öllum bara bæjarfélögum og er bara í gangi á Íslandi, og maður skilur alveg að leikskólakennararnir okkar er að bera sig saman við hvernig þetta er í öðrum bæjum. Við viljum að leikskólarnir sinni faglegu starfi, til þess þurfum við að gefa þeim tíma til þess að sinna því, til þess að funda, til að gera ýmislegt saman. Og stundum er þetta líka bara spurning það, þarf kannski bara atvinnulífi líka að koma til móts við okkur í þessu. Er það einhver möguleiki að skoða þetta á einhvern annan hátt heldur en svona? Ég veit það ekki, en aftur á móti þarf starfsdaga í þessa skóla og bæði leikskóla og grunnskóla. Það er erfitt fyrir fólk sem er búin að vinna kannski fullan vinnudag að taka lok dagsins alltaf í þetta, vera kannski fram á kvöld í skipulagi, og það er erfitt ofta að ná fólki saman það. En allavega ég held að við séum svolítið að stuðla bara að góðu og faglegu leikskólastarfi og bæta starfsumhverfi. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs? Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel.
forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á Hlíða. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson var svo sannarlega samkvæmur sjálfur sér og kom hér upp og ræddi þetta og ég, líkt og bæjarfulltrúi Bárður Daðason, þá var ég svona í grunninn alveg sammála Einari. Þetta er mjög snúið og þetta er mjög erfitt og þetta er erfitt fyrir marga sem hafa hér lítið bakland, marga sem hafa í raun og veru ekki möguleika bara á fríi eða hafa ekki möguleika að taka börnin sig með í skóla en hins vegar er þannig að bæjarfulltrúi Einar Brandsson talaði líka að senda skilaboð. Ég held einmitt að við séum að senda mjög skýr skilaboð því að við eigum ótrúlega færa starfsmenn í leikskólanum og hér er unni ótrúlega gott starf og við viljum ekki glata niður því starfi og eins og bæjarfulltrúi Bárður Daðason kom inn á þá er þetta nýtt til fræðslu og námskeiðahalds og við verðum þá að endurskoða það ef við viljum að það fari fram helgar og annað og það er náttúrulega ekki í okkar valdi að skikka starfsmenn til þeirra vinnu en ég meina það er eitthvað sem við getum þá tekið viljum við auka við yfirvinnu og annað og þetta verður fram einhverjar vissar helgar yfir árið en ég held að senda mjög skýr skilaboð saman hvort að dagarnir séu 4 eða 5 að við viljum bara okkar starfsmenn séu alltaf upplýstir og séu eilíft í endurmenntun og við bara höldum því frábæra starfi sem átt sér stað en líkt og kemur líka fram í bókunni eða ekki í bókunni heldur umræðina þá erum við náttúrulega líka að leita leiða til þess að reyna að mæta til dæmis eins og í grunnskólanum að það sé frístundastarf og annað í boði á sama tíma og líka að þessi dagar þá í leikskóla og grunnskóla séu samnýttir þannig að foreldrar sem þurfa að vera heima með leikskólabörnunum sínum séu þá jafnvel líka eða eiga börn í grunnskóla það séu að sömu dögum en séu að skarast en séu ekki á sikkurum deginum í sikkurum vikunni sko. Takk. Takk fyrir fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson og næsta mannréttindaskrá er bæjarfulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á okkur hlýða. Ég get alveg tekið heils hugar undir það að auðvitað er vont að þurfa að loka leikskólanum til þess að starfsmenn geti sinnt nauðsynlegri endurmenntun en hún er líka nauðsynleg til þess að viðhalda bara þekkingu og faglegu starfi og ég held sko að í rauninni ef við horfum á það út frá sjónarhóli þessara starfsmanna sem að vinna í leikskólanum að þá er nauðsynlegt fyrir þá að hafa tækifæri til þess að því að þetta snýst ekki bara að skipuleggja starfið eins og mér finnst svo oft umræðan snúast út í að menn sé að sitja þarna á einhverjum fundum til að ákveða einhverja stefnu og annað slíkt. Þetta snýst líka að viðhalda menntun starfsstéttarinnar og við skulum átta okkur á því að leikskólakennarar eru í rauninni með börnunum meira og minna allan daginn og hafa ekki mikið tækifæri til þess að innan vinnu dagsins til þess að sækja sér slíka endurmenntun og ég svo sem varpaði því fram á þessum fundi sem við áttum, þú veist, með hvað hætti er hægt að koma þessu fyrir með öðrum hætti og þá er það í rauninni líka bara svolítið svona samfélagsbreyting. Það er að segja, þá þarf að hugsa þetta öðruvísi, þá þarf mönnunin að vera með öðrum hætti eða við lokum eftir hádegi á föstudögum eða eitthvað slíkt, einhverja daga til þess að í rauninni minnka áhrifin. En í rauninni það sem að við ákvaðum að gera í staðinn er að segja, ok, hvernig getum við, þegar horftir á fjölskylduna yfir langan tíma, reynt þá að skerða ekki þjónustustigið ef við horfum yfir heildina.
það erfiðar vik varðandi leikskólan að gera það ekki með þessari breytingu sem við samþykktum að gera þarna. Heldur en varðandi eins og grunnskólan þar sem við höfum til dæmis verið með minna þjónustustig heldur en önnur sveitarfélög í kringum okkur í dymbilviku milli jól og nýjárs og annað slíkt og að það verður þá horft til þess að fyrir foreldra yngri barna í grunnskóla að þá sé komið til móts við þau að því að í rauninni er þetta alltaf sama fólki, fólk á fyrst börn í leikskóla og síðan fara þau í grunnskóla og svo framvegis. Þannig að ég get alveg tekið undir það, þetta er ekki besta niðurstaðan, en við erum líka í samkeppni starfsfólk og það hefur svo sem verið þannig að starfsstéttin, leikskólakennarar, er að eldast og við höfum verið að ræða það, við höfum áhyggjur af því hvernig endurnýjun þar komið til og við verum að horfa á það líka. Við höldum ekki faglegu skólastarfi í leikskólum ef við höldum ekki menntunarstiginu í stéttinni hjá okkur. Þannig að þú veist, í grunninn, alveg eins og ég í rauninni sagði á þessu fundi að þá þú veist, þetta er aukið álag og mikil streita sem að þetta veldur á barnafjölskyldur þegar það eru starfsdagar. En það þarf að horfa á þetta frá öllum hliðum og önnur sveitarfélög eru að í rauninni veita sínu starfsfólki og þá þessari stétt sem að við erum þá í samkeppnum við önnur sveitarfélög, alveg eins og íbúana. Og það hefur líka áhrif þar að segja hvernig við stöndum í samkeppninni við önnur sveitarfélög, hvort að við náum að manna okkar leikskóla með menntuðu fólki. Þannig að þetta er ekkert einfalt mál, en ég vona svo sannarlega að bara sveitarfélögum á Íslandi og í rauninni okkur Íslendingum beri gæfa til þess að finna annað fyrirkomulag á þessu, almennt séð. Bæði í grunnskólum og leikskólum. Takk fyrir. Takk fyrir fulltrúi Sandra Margrét Sigurjónsdóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða þessar fundargerð, það er bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að skora á þá sem sitja í skóla- og frístundaráði að kanna það, því að ég veit til þess að allavega faglærðir einstaklingar í leikskólunum hafa möguleika að sækja til sinna stéttarfélaga styrki til þess að fara á námskeið og ráðstefnur á hverju ári og ég veit til þess að einstaklingar, starfsmenn leikskóluna fara á þessi námskeið og ráðstefnur sem eru yfirleitt á virkum dögum og þá er gerða bara ráðstafanir í skólanum þannig að þessi einstaklingar geta farið þá daga án þess að loka skólanum. Þannig að það er engin skortur á því að starfsfólki geti leitað sér að endurmenntun. Þið geti alveg kannað þetta, þannig að ég sé ekki, mér finnst 4 dagar á ári vera of mikið, ég get alveg sagt það hér. En það eru þó 4 dagar og mér finnst að það sé hægt að gera á þessum 4 dögum þar sem að fram hefur komið í máli þeirra bæjarfulltrúa sem að hafa komið hér upp og tala máli þess að bæta við einum starfsdegi viðbót. Ég held að við höfum bara leita leiða þá í samvinnu við starfsfólkið á leikskólunum. Getum við ekki fundið einhverja leið, það eru 52 laugardagar í árinu
og það væri ekkert mikið þó að það yrði farið einn laugardag, einhverja ferð eða eitthvað, fara á einhvern stað og tekið þessi fundir eða námskeið eða fyrirlestrar eða skipuleggja starfið og gera eitthvað gaman líka. Það getur ekki verið okkur ofviða að gera það, því að hver einstaklingur sem þarf að taka sér frí, hann borgar ekki útsvarið þann daginn. Þannig að ef að þetta snýst það að gera starfi faglegra, viðhalda þeirri þjónustu sem við höfum þó í dag, þá heldur við að finna einhverja leið aðra heldur en að loka leikskólunum heilan dag í viðbútt. Það eru 52 laugardagar í árinu. Það hlýtur að vera hægt að gera eitthvað allavega einn laugardaginn. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson og næsta mælendaskrái bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem okkur líða. Bara eðlilega erum við með ólík sjónarmið í þessu og það er bara alveg þannig, en mér langar samt alveg að taka það fram að þessir skipulagsstjórar eru meðal annars nýttir bara í nám og ráðstefnur og eitthvað svoleiðis, og dæmi um það að kennarar leikskólar hafi í samráði við bara foreldraráð og foreldrar á leikskólum fengið að safna þessum dögum saman og gert meira úr því þegar þannig er. En leikskólar þurfa alltaf að vera mannaðir á einhvern ákveðinn hátt. Þannig að ef einhver leikskólakennari væri frí einn dag eða 2 eða 3 væri að fara, þá myndi það líka þýða að bara x mörg börn þyrftu að vera í fríi. Af því það þurfa alltaf að vera einn starfsmaður með einhver x mörg börn. Þannig að þetta er ekki kannski svo bara einfalt í framkvæmd fyrir þessar stofnanir. Það er bara, við erum bara með eins og ég segi, og bara við öll vitum hérna, við erum með framúrskarandi leikskólastarf og við verðum að halda því. Bæjarfulltrúi Sandra kom bara mitt vel inn á það að við verðum líka bara að vera samkeppnishæf. Við erum með flotta leikskóla, við bara viljum halda þessu staðli sem við erum á. Ég skil bara alveg þetta sjónarmið og þetta er erfitt og þetta er bara eins og bara hluti af minni hérna tilveru og bara fleiri foreldra. En aftur á móti held ég að flesti foreldrar vilji að starfið á leikskólanum séu faglegt, við náum að halda í þannig að allir bara séu bara, ef ég fá að segja, up to date í öllu sem er í gangi, fólk fái tækifæri til að þróast í starfi, þessi kynning og þau sem er í gangi, þetta skiptir bara allt ótrúlega miklu máli. Að varandi með laugadagana, þetta er bara held ég oft, þetta er alveg hægt að skoða og kannski er alveg hægt að skoða það bara einhvern tímann, þetta er bara samt oft líka flókið í framkvæmd. Þá er náttúrulega komin líka svona kannski ákveðin yfirvinnukostnaður sem við þyrftum að borga líka í staðinn fyrir hvern einasta starfsmann leikskólana, þannig að þetta er bara alveg flókið í því. En við ræddum einmitt þetta og eins og bæjarfulltrúi Sandra kom bara vel inn á hérna, þá erum við að ræða bara mikið það hvað er hægt að gera eins og í dymbilvikunni í jólafríinu, af því það setur oft fólk í meiri vanda, þessi löngu frí, þeir sem eru með börn sem eru 6, 7, 8 ára. Leikskólarnir eru opnir þessa daga, þannig að það er kannski freka það að við þurfum að bæta við þjónustu á þeim dögum líka, ekki bara láta einskorða við það að hafa eins fáa skipulagsstaði á leikskólum og hægt er. Við erum bara með flott og faglegt starfið á Akranesi sem við viljum bara viðhalda og það skiptir bara miklu máli. Það þarf einhverja samfélagsbreytingu ef þetta á að vera svona, við séum að kannski þarf eins og ég segja að bara bæta við sumarfrísdögum, frídögum hjá foreldrum, eitthvað, ég veit það ekki. En við getum allavega ekki láta að bitna á gæðum skólastarfsins og því að við náum ekki að bjóða upp á nógu gott starfsumhverfi bæði fyrir börnin og fyrir kennarana, að því börnin græða alltaf. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Bára Daðadóttir. Fleiri sem að, já, það er bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Ég fyrir að fara undan mér. Nei, ég er búin að tala. Gjör svo vel. Það er Gerður. Forseti, bæjarfulltrúar og þeir sem á hlýða.
Í þessu samhengi, varðandi það til dæmis að fá fólk til þess að vinna á laugardögum, þá held ég bara að við séum að fara að horfa fram á breytta tíma hvað þetta verður sérstaklega í samfélaginu. Ef við erum að horfa fram á það að það verði stytting vinnuvikunar, þá erum við að tala um breytt mynstur á daglegu lífi og ég held að þetta verði bara alltaf skoðast í einhverju samhengi. Að það sé hægt að finna einhverju lausn á þessu innan vinnuvikunar væri besti kostur. Ég held að þegar að það verði farið í það til dæmis að útfæra styttingu vinnuvikunar hjá svona stofnunum, hvað þýðir það fyrir okkur? Hvað þýðir það líka fyrir samfélagið? Ég held bara að fólk í dag sé ekkert tilbúið endilega að afsala sér helgardögum með fjölskyldunni. Og ég held að þetta, að mínu mati, þetta bara ekki í boði. Við erum ekki að fara að bjóða þessu starfsfólki upp á það að koma og vinna þessa vinnu á laugardögum. Það á að geta unnið og klára þessa vinnu á vinnutíma. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs. Svo ekki og þá hér með 100. og 3. fundargerð skóla- og frístundaráðs lögð fram til kynningar. 12. mál á dagskrá málsnúmerið 19.01.008. Þetta eru fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs á árinu 2019. Hér að ræða 108. fundargerð frá 25. mars síðastliðnum og 109. fundargerð frá 1. apríl síðastliðnum. Og orðið laust þessar tvær fundargerðir. Það bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og þeir sem á Hlíða. Ég held svo sem ekkert að fara í gegnum þessar fundargerðir en mér langaði til að benda hérna á 2 mál í fundargerð nr. 109. Það annars vegar liður nr. 2, Lækjaflói og það sem sagt iðnaðarhverfi okkar hérna upp í Flóa. Við erum að leggja eða stefnum að því að malbika það núna í sumar og svo á næstu 3 árum að fara í framkvæmdir við sem sagt göngustíg með frá þjóðveginum, áframhaldi frá hérna þjóðbraut og uppbyttir og eins lýsing og annað. Það orkuveitan eða veitur stefnaði að byrja í sumar að byggja hönnunarferlið eða byrja í sumar eða haust að byggja, þannig að þetta er hluti af því og ég held að það sé bara mjög nauðsynlegur hluti að þetta hverfi byggist upp að við þarna göngum almennilega frá því og bara mjög spennandi að sjá hvað verður þegar þarna fyrsti aðili byrjar. Svo langar mér líka að nefna lið nr. 8 sem er bara mjög spennandi liður. Það er Langisandi, Guðlaug, Sólmundarhöfði, útivistarsvæði, hönnun, skipulag og framkvæmd. Sú vinna að fara af stað. Það fekk það er þetta deildar meiningur hvað húsi heitir, hvort það heiti Sólmundarhöfði eða Átnahús eða annað. Þeir fengu styrk frá sem sagt minjavernd upp á 1200.000. Það er í pípunum að stofna það félag, velgerðar manna og kvenna og líka bara mjög gaman að Sólmundarhöfði verði skipulagt sem útivistarsvæði. Þetta er mjög skemmtilegt svæði og tengja þá meira við Langasandinn og Guðlaugu og gera þetta svolítið meira einni heild. Ég held að bara bjóði upp á margt, ekki sístur okkur íbúa hérna að bara við höfum fleiri möguleika og fleiri útvista möguleika. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs. Svo ekki og eru þá fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs nr. 108 og 109 hér með lagðar fram til kynningar. Þá erum við komin að síðasta fundarlið. Hann hefur fundarlið nr. 13, hann hefur málsnúmerið 19.01.021. Þetta eru fundargerðir Orkuveitu Reykjavíkur á árinu 2019 og hér að ræða fundargerð nr. 271 frá 25. febrúar 2019 og 272
frá 14. mars 2019 og orðið er laust þessa fundargerðir og forseti vill gjarnan fá varaforseta til að leysa sig af hérna aftur eitt augnablik og óska eftir að fá að taka til máls svo stutt. Til máls tekur bæjarfulltrúi Valgarður Lyngdal Jónsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Eins og bæjarfulltrúum er kunnugt, þá var gerð breyting í samræmi við þá breytingu sem að samþykkt var af bæjarstjórn á bæjarmálasamþykkt Akraneskaupstaðar varðandi skipan í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur og var ég kosinn fulltrúi inn í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur og vil þakka kærlega fyrir það traust sem að bæjarstjórn sýnir mér þar. Í þessari stjórn hefur setið undanfarið tæpt ár okkar fulltrúi Guðjón Viðar Guðjónsson varabæjarfulltrúi og hann verður jafnframt varamaður inn í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur og ég vil nota tækifæri hérna og þakka honum kærlega fyrir hans starf í stjórn Orkuveitunar og það verður mjög mikilvægt fyrir mig að eiga hann að sem minn varamann og ráðgjafa í þessu máli vegna þess að hann hefur náð að kynna sér Orkuveituna og þetta fyrirtæki og stjórnina ágætlega á þessu ári sem að hann satt þarna inni. Ég ætla ekki að fara djúpt í þessar fundargerðir, ég ætla þó að stoppa hérna við tvö mál í seinni fundargerðinni, nr. 272. Í fyrsta lagi mál nr. 1, þar sem að framkvæmdastjóri fjármála Orkuveitunar kynnti ársreikning Orkuveitu Reykjavíkur að ársreikningur er þarna borinn upp, hann var samþykktur samhljóða og staðfestur og stjórn lét bóka eftirfarandi með leyfi forseta. Ársreikningur Orkuveitu Reykjavíkur fyrir árið 2018 staðfestir að fjárhagurinn er traustur og heilbrigður þar sem góð tök á rekstrargjöldum eru lykilþáttur ágætrar afkomu. Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur þakkar starfsfólki öllu og stjórnendum fyrirtækjanna innan samstæðunar fyrir að vinna af heilindum að öllum okkar sameiginlegu markmiðum, fjárhagslegum, samfélagslegum og ekki síst umhverfis- og loftslagsmarkmiðum. Og sem sagt öll stjórn Orkuveitunar stóð á þessari bókun og þarna er greinilega bara allt í rosa fínum sóma. Einnig ætla ég að staldra hérna við þriðja lið í þessari fundargerð en þar samþykkir stjórn Orkuveitu Reykjavíkur að gera tillögu til aðalfundar arðgreiðslu að fjárhæð 1500 milljónir króna og hún var samþykkt með meirihluta atkvæða þessi tillaga meðal annars með atkvæði okkar fulltrúa Guðjóns Viðars. Tveir stjórnarmenn sátu hjá og létu bóka að þeir teldu að lækka mætti arðgreiðslur svo svigrúm skapist til að lækka gjaldskrár og draga úr skuldsetningu en aðrir stjórnarmenn samþykktu þessa arðgreiðslu og létu bóka eftirfarandi með leyfi forseta. Miklar umbætur síðustu ára í rekstri Orkuveitu Reykjavíkur og dótturfyrirtækjanna hafa í senn skilað traustum fjárhag, verulegri lækkun skulda og auknu eigin fé og ágætri afkomu. Eigendur Orkuveitu Reykjavíkur voru einhuga eigendastefnu sem kveður hvort vekja á
að verð fyrir þjónustuna skuli vera sanngjarnt og eigendur njóti arðs í samræmi við ábyrgð þeirra á fyrirtækinu. Hér er lagt til í samræmi við stefnu eigenda að greiddur verði arður vegna rekstrarársins 2018. Sem sagt meirihluti stjórnar samþykkir þessa arðgreiðslu og telur hann að vera í samræmi við eigendastefnu og af 1500 milljón króna arðgreiðslu á Akranes kaupstaður 5,5% hlutdeild það bil. Þannig að þessi arðgreiðsla ætti að skila okkur einhverjum rúmum 80 milljónum króna. Takk fyrir. Ég þakka bæjarfulltrúa Valgarði Lyngdal Jónsssyni fyrir orðið er laust. Og það er bæjarstjóri Sævar Freyr Þráinsson, gjörðu svo vel. Frú forseti og aðrir bæjarfulltrúar. Ég langaði að koma hérna upp aðeins undir þessum lið þar sem að verið að þessum tveir bæjarfulltrúar eða tveir aðilar í stjórninni hjá Orkuveitunni að leggja til að lækka arðgreiðslur og svo svigrúm skapist til að lækka gjaldskrár og ég langar eiginlega bara að vekja athygli á þessu að það mætti halda að þessi stjórnarmenn séu ekki að hlusta á kynningar sem að fara fram á stjórnarfundum Orkuveitunnar. Það er búið að vinna þar framúrskarandi vinnu og greiningu sem að við höfum fengið kynnt hér á Akranesi. Það sem er búið að leiða það fram að bara það að lækka verð 1% getur haft gríðarlega þýðingu fyrir afkomu þessa félags. Þannig að með því að fara þá leið sem er lagt til hér hjá öðrum stjórnarmönnum sem að þarna kemur fram og ég vitni að verð fyrir þjónustuna skuli vera sanngjarnt og að eigendur njóti arðs í samræmi við ábyrgð þeirra á fyrirtækinu. Það er auðvitað þannig að Orkuveitan er að veita þjónustu á fleiri svæði heldur en í þeim bæjarfélögum sem að eru eigendur að því og ég held að sé bara mikilvægt að við fáum þann arð sem okkur ber og við séum að stunda hóflega verðlagningu en ekki að fara í verðlækkanir og því að þetta fyrirtæki getur stuðlað að því að við getum farið í ýmsar framkvæmdir hér til framtíðar og eigum að standa vörðum akkurat það sem að Guðjón gerði á þessum stjórnarfundi. Bara mjög ánægilegt að sjá þá niðurstöðu og bara svo allir séu með augun á boltanum hvað þetta varðar. Tók í málu mínu. Ég þakka bæjarstjóra Sævari Freyr Þráinssyni fyrir orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs og því ætla ég að biðja forseta að taka við og ljúka fundi. Skemmtilega. Já, takk fyrir aftur aflýsinguna varaforseti Gerður Jóhanna Jóhannsdóttir. Fundagerðir Orkuveitu Reykjavíkur nr. 271 og 272 frá 25. febrúar 14. mars síðastliðnum eru þá hér með laða fram til kynningar. Fleira er ekki á dagskrá þessa fundar. Ég vil þakka fundamönnum fyrir góða og öfluga fundasetu hér í kvöld. Fundi slitið. Var eitthvað sem freistaði þín? Það getur ekki látið allt eftir því. Nei, takk Óli minn. Við erum í